síðar í dagskránni. Þannig að, má ég sjá, eigum við kannski að færa okkur örlítið lengra til það við séum við erum sérst með svona aðstoðarmann, hann hérna á bakvið stafnina og þannig að ég ekki að skrifa skilaboð, ég að setja eitthvað heppilegt lag í gang sem vonandi verður rétta lagið. En já, þannig að við ætlum að byrja því að flytja þetta Gjafið á móðurmálið mitt. Og það 4 slög. Fyrst, 4 slög. Næsta lagi sem íslenskt þjóðlag í útsetningu Emils Thoroddsennar. Þetta listhúskvæði og ljóðið eftir Eggert Ólafsson. Og þá ætlum við að skipta og Juanita, hún ætlar að gefa okkur tóninn, þannig að ef þú getur bara gefið okkur tóninn núna. Sólin, sólin, sólin,
2 stöð. Í kvennasögum og femínískum fræðum. Og Erla Hulda ætlar að segja okkur frá þessari bók sem kom út núna fyrir jólin. Ævi Sigríðar Pálsdóttur og brotakenndar heimildir fyrirskriftin. Og þessi bók, hún hlaut á dögunum Hagþenkiverðlaunin sem virtustu fræðibókaverðlaun sem veitir á Íslandi. Þannig að það gríðarlega flott hjá Erlu Huldu. Og ég held ég fari nú ekkert meira að segja frá efni bókarinnar, en ég vil það sjá það ekki. Gjör svo vel. Og þá mér óhætt að byrja. Kæra þakkir fyrir að bjóða mér að taka þátt hér, Þorbjörg og Soffía. Og gaman að sjá ykkur. Ég tek undir með þeim sem hafa nefnt það hér áður, frábært að sjá svona marga hér í dag. En í þessu erindi þá ætla ég að fjalla bókina mína Sigríði Pálsdóttur sem að er hér og fæst í betri bókabúðum. Ég veit ekki hvort hún fæst í kannski ekki Netto núna. En ég ætla að fjalla þessa bók og glímuna við heimildirnar og hvernig hægt að skrifa sögu konu sem gerði í rauninni ekkert merkilegt ævina eða ekkert sem hefur til skamms tíma gert fólk að verðugu viðfangsefni fyrir ævisögu. Og þetta því með svona öðrum þræði þetta leiðina frá lífi sem var lifað til lífs á bók, ef við orðum það þannig, því að þetta einhvern veginn svona tveir pólar, fólk sem var til einhvern tíman og svo það sem komið á bók og þar á milli gerast alls konar hlutir í rannsókn og því ferli. En ef við byrjum á helstu staðreyndum, þá var Sigríður Pálsdóttir fædd árið 1809 á Hallfreðarstöðum í Hróarstungu, austur á Fljótsdalshéraði, en hún dó á Breiðabólstað í Fljótshlíð árið 1871.
Faðir hennar var Páll Guðmundsson, sýslumaður í Norður Múlasýslu, kominn að sýslumönnum í margar kynslóðir, en móðir hennar var Malene Jensdóttir og hún var Reykjavíkurstúlka, tengd valdsfólki, því móðir hennar, Sigríður Örum, það er mjög mikið af sömu nöfnunum í þessari bók og það eru Sigríðar og Pálar og Þórunnar og getur verið svolítið ruglandi. En amma Sigríðar Pálsdóttur, Sigríður Örum, hún skiptir máli í þessari sögu, stórmerkileg kona og hún var tengd hún var systir Geirs Vídalín, biskups og systurdóttir Skúla Magnússonar landfógeta í Viðey, þannig að hún hafði mikið menningarlegt auðmagn. Faðir Malene var danskur verslunarstjóri sem dó ungur og eins og þið sjáið á glærunni þá var Sigríður tvígift og hún átti 6 dætur, 3 komust til fullorðinsára. Þegar Sigríður var 6 ára þá dó faðir hennar og þá umbreyttist líf fjölskyldunar. Móðir Sigríðar, hún var auðvitað mikið betur sett heldur en flestar ekkjur, að minnsta kosti ekkjur úr hópi alþýðukvenna af því að heimili þeirra voru mjög oft leyst upp ef fyrirvinnan fjall frá og börnin sett í fóstur eða jafnvel á sveit. En Malene hélt heimilinu saman með hjálp móður sinnar og stórfjölskyldunar á Héraði. En drengirnir voru samt sendir í fóstur smám saman, það þurfti líka að setja þá til mennta. Og sá elsti, Páll Pálsson, var árið 1817 sendur suður í Odda á Rangárvöllum, þar sem vinur foreldrans, Steingrímur Jónsson, prófastur og síðar biskup og kona hans, Valgerður Jónsdóttir, tóku á móti honum til fósturs og mennta. Og Páll var 11 ára þegar hann fer norður í land og síðan í Odda. Og hann var þar næstu 6 árin eða þar til hann útskrifast úr því sem var kallað heimaskóli Steingríms. Og það er við þessa brottför Páls af Héraði 1817 sem að upphefjast miklar bréfaskriftir fjölskyldunar. Þá fara þær að skrifa bréf, amma, mamma og öll systkinin. Fullorðna fólkið er að skrifa svona fyrir hönd barnanna til að byrja með og það eru líka fleiri ættingjar og vinir á Héraði sem skrifa. En þetta er gríðarmikið safn bréfa og Páll geymir öll þessi bréf og önnur sem hann fær ævina og þetta eru í bréfasafni hans 1600 bréf sem eru varðveitt á landsbókasafni, á handritasafni Landsbókasafns. Og það er þetta bréfasafn sem heillaði mig fyrir einum 30 árum og ekki síst á bréf Sigríðar og eru svona hvatinn að og kjarni þessarar ævisögu. Og hér sjáu þið svona til skemmtunar bara þessa nánustu fjölskyldu Páls. Þennan bréfafjölda, þetta eru næstum 500 bréf sem bara móðir hans, amma og systkinin 3 skrif. Og þið sjáu í Sigríði, hún er með hartnær 250 bréf sem hún skrifa bróður sínum og það spannar hálfa öld, rúmlega hálfa öld. Og þessi glæra, svona meira til skemmtunar, súlurit sem sýnir ykkur bréf Sigríðar í þessa rúmu hálfu öld og þar sjáu þið hvað þetta eru mismörg bréf, hvað þeim fjölgar eftir því sem líður á ævina og þið sjáu líka göt og eyður þarna inni sem ég nefni aðeins á eftir. Efniviðurinn sem ég er með í þessa bók er því fleiri hundru bréf ef við hugsum bara fjölskylduna og svo er þetta miklu fleira sem ég nota. En hvaða þráð átti að draga í gegn til þess að skrifa ævi Sigríðar? Hvernig átti ég að velja efni úr bréfunum? Af því að eins og oft hefur verið sagt í ævisögufræðunum, þú getur ekki notað allt sem þú ert með og allt sem þú veist af því að þá er ævisagan sjálf lengri en lífið sjálft. Að þetta er ekki möguleiki. Og fyrsta spurningin sem ég var að fást við var í hvaða samhengi ég ætti að setja ævi og bréf Sigríðar, hvernig ætti að flétta þeim saman við aðrar heimildir, við það sem við köllum sögu. Átti stórsagan svo kallaða, svona þessi stór atburður Íslandssögunar, stjórnmálasaga og saga framfara og áfalla, átti það að ráða förinni og það sem ég myndi einhvern veginn hengja bréfin hennar Sigríðar þar á. Og málið er að bréfin hennar, þau fjalla ekkert þessa stóru atburði Íslandssögunar. Þau eru þetta hversdagslega, lífið, ástina, dauðan, harðan fisk og gamlar bækur, landamerkjadeilur og þau spegla konu sem lét engan ganga á sinn hlut. Og á þessari glæru
þetta svona gamalt vinnuplagg frá 2014 þar sem ég var einhvern veginn að reyna að setja upp þessar 2 mismunandi frásagnir sem ég var að eiga við. Fyrir ofan línuna sjáum við svolítið svona Íslandssöguna, stór atburði og fyrir neðan rauði liturinn, þetta svo smátt að þið sjáu þetta auðvitað ekki vel, en þarna eru bara svona þessar persónulegu vörður í lífi Sigríðar og hvernig vefum maður þetta saman. Nú bréfin sjálf, þau eru þetta heillandi heimild sem njóta sífellt meiri vinsælda, hafa reyndar lengi verið vinsæl meðal fræðimanna, en njóta sífellt meiri vinsælda og ekki síst á bréf venjulegs fólks af því að þau veita innsýn í hugarheim og samfélag, daglegt líf og þetta hversdagslega. En það þarf að setja bréf í samhengi, þau tala ekki fyrir sig sjálf. Þau geta verið uppfull af hversdagslegum upplýsingum en þau eru líka sviðsetning, tjáning og jafnvel blekking. Samband bréfritar og viðtakanda hefur áhrif á það hvað er skrifað og hvernig og maður hefur margoft séð það að fólk skrifar mismunandi bréf eftir því auðvitað hverjum það er að skrifa og við getum bara að setja okkur í þetta samhengi í nútímanum. Og eitt megin einkenni bréfaskrifa og bréfaskipta eru þagnir og eyður hvað er talað og hvað ekki. Stundum hrópar á mann, af hverju eru þau ekki að skrifast á einhverja ákveðna hluti. Og það vantar oft bréf inn í bréfaskipti og svo er oftast bara önnur hlið bréfasambandsins varðveitt eins og er í tilfelli Sigríðar og Páls bróðurinnar. Bréf Páls til Sigríðar voru brennd. Annars vegar brendi hún þegar hún fór af héraði sem ung kona, það sem hún átti þá og síðan var brent eftir að hún dó. Ég reyndi að finna fræðilegar fyrirmyndir fyrir þennan bréflega heim sem ég var að fást við og sá í bréfunum, samskiptum hennar við bróðurinn og bréf fjölskyldunar. En í svona erlendu samhengi, af því ég var að lesa erlend fræðirit, að svona af því sem hefur verið skrifað það sem er kallað æviskrif kvenna og bréf þar á meðal, ná næstum alltaf, það eru þetta undantekningar á því, yfir konur í borgarastétt og yfirstéttarkonur sem bjuggu bara við allt aðrar aðstæður og í allt öðrum samfélögum heldur en Sigríður Pálsdóttir hérna upp á Íslandi. Og voru gjarnan að skrifa sjálfsmyndir eða ígrunda sitt líf og þá voru þetta kannski orðnir svolítið svona bókmenntatextar einmitt öðruvísi. Og hversdagsleikinn sem Sigríður, sem einkennir bréf Sigríðar, hann passaði illa þarna inn í. Og innlendar ævisögur og rannsóknir byggðar á bréfum 19. aldar kvenna voru teljandi á fingrum annarar handar og einhvern veginn hvar átti ég að finna fyrirmyndir. Og ég ætla nú bara að nefna hér að ein reyndar frábær ævisaga sem byggir á bréfum og er öðruvísi en kalla ævisögurnar, mjög meðvitað, einmitt eftir Sigrúnu Pálsdóttur, sagnfræðing og rithöfund, eiginkonu Braga sem ætlar að tala hér á eftir. Þannig að þar er svona ákveðin undantekning á þessum bókum. Og skapalónið sem er til og hefur verið til lengi fyrir ævisögur, það byggir allt á ævi karla og ævi kvenna, hún passar ekki þar inni af því að það runnu og sérstaklega á fyrri öldum eftir öðrum brautum. Og þegar ég var búin að reyna að sjá þetta fyrir mér, þá var eins og það væru bara 3 leiðir færar fyrir venjulegar konur eins og Sigríði. Í fyrsta lagi væri hægt að skrifa hana sem einhvers konar venjulega konu sem samt væri óvenjulega að því leyti að hún hefði í rauninni verið kvenréttindakona, rithöfundur eða listakona sem væri gleymd og þess vegna væri hún þess virði að það væri fjallað hana. Í öðru lagi gat hún verið, er hægt að skrifa konur sem brutu af sér eða voru einhvern veginn á jaðri samfélagsins og mér dettur í hug bara ég get nefnt sem dæmi slíka bók, það til dæmis bók sem Inga Dóra Björnsdóttir mannfræðingur skrifaði fyrir allmörgum árum Ólöfu Sölvadóttur, bókin hitt Ólöf Eskimói af því að Ólöf var dvergur sem flutti til Vesturheims og þóttist vera Eskimói, þetta alveg mögnuð saga en það dæmi svona þarna, þetta númer 2. Síðan eru það sem við kallum sameiginlegar ævisögur. Þar sem kannski líf margra kvenna notað til að skrifa kannski eina bók og svona þeirra æfum fléttað saman í eina frásögn eða æviþættir margra kvenna eru settir saman í bók af því að ein kona dugar ekki fyrir heila bók. Það var svolítið viðkvæðið
Og allt gengur þetta svolítið út á það að líf konu ekki nóg, sem sagt, ævi konu þarf alltaf að vísa út fyrir sjálfa sig. Hún þarf að standa fyrir eitthvað meira heldur en sína eigin ævi og fyrir sitt eigið sjálf, vera tákmynd eitthvað annað. En þegar upp staðið, þá náttúrulega sá ég að ég geti haldið áfram að leita og leita, en það ekki til nein algild formúla það hvernig á að skrifa ævisögu, hvernig ævisögur eiga að vera og hver einstaklingur hlýtur að kalla á mismunandi aðferðir. Og leiðina sem ég fór fann ég gegnum skrif fræðimanna sem ræddu bréf venjulegs fólks og hversdagsleika þeirra og hvernig bréfin sýndu einfaldlega óreiðu lífsins, bara hvernig hlutirnir gengu fyrir sig í þessu venjulega lífi. Og svo voru það orð ítalska heimspekingsins Adriano Cavarero sem hafa verið mér mjög hjálpleg í gegnum tíðina, þar sem hún segir að ekki sé hægt að lífa lífinu eins og frásögn, af því að frásögnin verður alltaf til eftir á. Við lifum einhverri ófyrirséðri óreiðu í lífinu okkar, það óreiðu kennt, ófyrirsjáanlegt og frásögnin kemur eftir á. Þannig að ég fór þá leið að fylgja þessari óreiðu kenndu frásögn sem í bréfunum og horfa þannig á líf Sigríðar leið og það líður hjá í stað þess að láta stjórnast af ytri atburðum. En svo það auðvitað ég sem vel hvað ég nota úr bréfunum, vel þræðina og bý til, túlka þá og stilla upp og bý til frásögn. Sagnfræðingurinn á alltaf síðasta orðið. En bréfin duguðu þetta ekki ein og sér, fleiri heimildir þarf til og í raun það sem maður gerir sem fræðimaður, og ég held að eigi við hvað sem það eru fræðimaður að starfa eða jafnvel skáld að búa sér til þennan heim sem þú ert að vinna með, þá einhvern veginn býrðu þér til einhvers konar samsafn skjala eða hluta sem þú vinnur svo úr og ég hef verið núna svona síðasta árið þegar ég hef verið að reyna að fanga hvað ég hef verið að gera með Sigríði. Þá hef ég verið mjög hrifin af þessu sem þið sjáu þarna á ensku inn í svegunum, archival assemblage, að þetta í rauninni svona einhvers konar skjalegt samsafn eða heimildir sem þú safnar saman, fræðimaðurinn safnar saman viðfangsefni sitt til að greiða úr þessari óreiðu og raða brotunum saman og það það sem ég hef auðvitað verið að gera við Sigríði, svo ég að raða þessum brotum saman í einhvers konar frásögn. Og þetta samsafn heimilda eða skjala í formi uppskrift úr handritum og bréfum, ljósmyndir úr bókum, ljósrit, glósur, minnisbækur, það sem reynt að fanga hugmyndir og heimildir. Og þetta auðvitað hluti af þessu ferli sem á sér á stað milli það sem ég nefndi upphafi líf sem var lifað og svo lífs á bók sem einhvers staðar þarna þessi sitt hvor endi. Ég lagði mig líka fram við það þegar ég var að skrifa þetta verk að nota heimildir konur og eftir konur, semst aðrar konur en Sigríði, frumheimildir og eftirheimildir til að setja sögunar í samhengi. Ekki vera alltaf að nota þessar dæmigerðu, þessi sagnfræðirit öll kalla, heldur að nota konur til að fylla í götin. Og ég nefni sérstaklega Ingibjörgu Jónsdóttur húsfreyjan á Bessastöðum, bréfin hennar voru gefin út, hún skrifaði líka bróður sínum í áratugi og hún einmitt nefnir Sigríði og hennar, eða öllu heldur fólki hennar Sigríðar kemur stundum fyrir í bók Ingibjargar eins og þessari opnu hér á glærunni þar sem hún talar veikindi fyrri manns Sigríðar. Svo eru til textar fólk Sigríðar eins og hér Ragnheiði dóttur hennar í tímaritinu Sunnanfara, þar minnst á Sigríði sjálfa þar sem hún sögð vitur kona og skörungur mikill. Útfararminningar kvenna frá 19. öld eru orðnar svolítið uppáhalds hjá mér af því að það ýmislegt persónueinkenni þeirra kvenna sem ræðir. Svona þegar maður búinn að flysja þessa trúar orðræðu utan af því sem sagt þá þarna stendur eftir einhver kjarni karaktereinkenni og dæmi það eru ræður tengdamóður Sigríðar, Ragnheiði Jónsdóttur, maddam á Móiðarhvoli sem sögðir tápu og kjarkmaður og reyndar margt fleira merkilegt í þessu riti sem ég keypti mjög lúið í fornbókabúð og lét svo binda inn í ægilega fallegt band. Ég hef þetta að taka hana með, hún alveg örmjó, ótrúlega falleg. Síðan eru náttúrulega þessar opinberu heimildir
eins og kirkjubækur og dánarbú og dánarbúin sem eru til uppskrifuð að það bara listað upp allar buxur, allar nærbuxur og allt sem fólk átti þegar það deyr og þannig að þau eru ótrúlega gefandi og skemmtileg og hér sjáum þið dæmi bara nokkra færslur úr dánarbúi pappina Sigríðar 1815 og eitt uppáhaldi mitt þarna eru gulu bómullarkjólarnir með blómaminstrinu sem að Malene hefur átt. Maður sér fyrir sér svona Jane Austen kjóla með svona saum hérna undir brjóstunum en ég veit ekki, hún hefur kannski verið að nota þessa kjóla þegar hún var ung suður í Reykjavík og Seltjarnarnesi en kannski ekki geta notað svo mikið austur á Hallfreðarstöðum, alltaf ólétt og síðan eru þetta kirkjubækurnar sem fanga svona ramma inn líf, dauða, búsetu og flutninga. Bókin Sigríði bók konur en þetta líka saga karla eins og Pál bróður hennar sem hún skrifar öll þessi bréf. Ævi hans rennur með ævi hennar og raunar eru systkinin öll til umfjöllunar svo lengi sem þau lifa. Og samband Sigríðar og Páls náið. Hún leitar til hans með öll álitamál og stundum sé augljóst að hún búin að ákveða hvernig best að haga hlutunum. Hún þarf bara staðfestingu hans. Hún sem ekkja, hún leitar alltaf til hans en þegar hún ekkja þá þarf hún ofta að spyrja sýnist þér ekki bróðir best að haga málunum svona, þarf að taka einhverju mikilvægar ákvarðanir en hún búin að ákveða hvað hún ætlar að gera og málið líka að þó að stöndugar ekkjur eins og hún hafi verið kannski þær konur sem réðu sig mestu fyrir sig sjálfar miðbik 19. aldar eða 19. öld að þá var það samt þannig að það þótti einfaldlega betra og þeir áttu að hafa svokallaðan tilsjónamann með sér sem skrifaði upp á alls konar lagalega gerninga því að annars var beinlínis hægt að gera þeirra samningu ólöglega. Þannig að það var einfaldlega staða þessara kvenna. Bókin skipt upp í 7 meginkafla. Forsagan snýst að kynna til sögunar það fólk sem að Sigríði stóð til að sýna hvers konar umhverfi og tengslaneti hún var sprottin úr en síðan taka við mislangir kaflar sem ég tengi við staðina sem hún bjó á. Og eins og þið sjáu hér á glærunni þá engin mynd til af Sigríði. Hún sögð hafa verið lík Páli bróður sínum þegar hún var ung og það sterkur svipur með öllum systkinunum og ég sé alltaf Þórunni systurinnar fyrir mér þegar ég hugsa Sigríði. Og talandi tengslanet og fjölskyldur, þetta kort skrifaði ég upp fyrir 10 árum eða svo þegar ég var að reyna að ná utan þessa stór fjölskyldu og tengsl fólksins á héraði og það ofboðslega mikið innbyrðis skiptingar. Þetta fólk giftist ekki úrættis, sagði amman Sigríður Örum einu sinni og þetta eitt af þetta sem að þarf að gera einhvern veginn, reyna átt að sjá hvaða fólk þetta, hver hvað og hver var tengd og hverjum því annars verður þetta bara eitt rugl í höfðinu. Svo fannst mér mjög gaman, ég var alltaf að nota mynd af þessu korti, gamla mynd og svo dró ég það upp úr einhverju skúffu í fyrra og þá sá ég hvað var og blek farið að dofna og fannst mér þetta vera svolítið tákgrænt fyrir söguna, fyrir fortíðina, þetta skreppur úr höndunum á manni, þetta hverfur smám saman. Og hér dæmi svona það sem á kannski kalla hversdagslegar upplýsingar í bréfi, samt kannski ekki, þetta svona ákveðin viðburður. Hér Sigríður 16 ára árið 1825 og hefur farið með Siggerði bróður sínum 10 ára til frændfólks á Eyjólfsstöðum á Völlum en hann var annars í fóstri upp í Fljótsdal. Í leiðinni þá skreppur Sigríður á sýslumannssetrið Ketilsstaði á Völlum þar sem veglegt timburhús og fær heitt súkkulaði hjá sýslumannsfrúnni sem sýnir inn alla stórustofuna. Súkkulaði náttúrulega ekkert á hversmanns borðum á þessum tíma og kannski hún hafi farið í litlu heimakirkjuna sem þá var á Ketilsstöðum og sé þar minningatöflu sem langavinnar Pétur Þorsteinsson sýslumaður lét gera út í Kaupmannahöfn sig og fjölskyldu sína 1769. Þetta stórkostlega fallið tafla sem núna á Þjóðminjasafninu og alltaf þegar ég stend fyrir framan hana þá hugsa ég Sigríði og hún hljóta hafa staðið og hort á þessa töflu einhvern tímann. Þegar bæði amma og mamma voru dánar þá hélst Sigríður ekki við á Austurlandi og eins og segir hérna á glærunni, hún fór ekki nauðu úr Austfjörðum, hún vildi ekki vera það lengur. Páll bróðir hennar útvegaði henni vist hjá velunara sínum, Steingrími Jónssoni og Valgerði konu hans, en Steingrímur, þetta var fólki sem hann var hjá í Odda, en Steingrímur var núna orðinn biskup
yfir Íslandi og sat í Laugarnesi í splunkunni í húsi sem þó sagt að hafi verið svo illa byggt að það hélt hvorki vatni né vindum. Og á þessum tíma var Páll sjálfur orðinn skrifari hjá amtmanninum Bjarna Þorsteinsinni og var vestur á Snæfellsnesi á Arnarstapa. En Sigríður kemur til Reykjavíkur haustið 1829 og í Laugarnes, en hún átti líka frændfólk þar sem hún bjó svo hjá tíma. Og í Laugarnesi verður mikið ástarævintýri og því þar hittir hún þennan mann, Þorstein Helgason, sem hafði verið í Kaupmannahöfn í 7 ár við nám og störf og var trúlofaður biskupsdótturinni, Sigríði Hannesdóttur, sem sagt dóttur Valgerðar biskupsfrúar og fyrri manns hennar. Þau voru systkina, já fyrirgefið, gleymdi skiptum glæru, að hann var semst trúlofaður frændkonu sinni, þau voru systarbörn og þetta systurnar hafa svona örugglega ráðstafað þeim í hjónaband, þetta var mjög algengt, svona skyldleika hjónaband. En hann kemur heim í lok ágúst 1830 eftir 7 ár í Kaupmannahöfn og nú ætla ég að lesa hérna aðeins upp úr bókinni, því þau verða ástfangin bara kannski leið. Hefur það verið ást við fyrstu sýn? Ef hugarfluginu gefinn laus taumur, slær hjarta Þorsteins hraðar þegar hún gengur beina, þegar hún gengur yfir hlaðið eða stendur í fjöruborðinu og horfir vestur yfir flóan. En hraðast slær það þegar hún situr með honum og piltunum sem hann býr undir skóla og lærir. Enda hún greind og dugmikil og gefinn kostur og lærdómi. Hann veit að það engin skynsemi í þessari ást sem ólgar í brjóstinu. Hún eignalaus stofustúlka, hann kannski gáfumaður, intellektúal en próflaus og hefur enga tryggingu fyrir embætti. Svo hann trúlofaður biskupsdótturinni og það meira en að segja það að slíta festum. Það þótti ekki drengileg framkoma og var þeim sem það gerðu úthúðað í bréfum og samfélaginu öllu. Enda voru stúlkurnar í veikri stöðu oft peð á skákborði fjölskyldna sinna og sumar búnar að bíða árum saman eftir að kærastinn kæmi heim úr námi eins og Sigríður biskupsdóttir. Hún var góður kostur, væn stúlka og efnuð. Kjör þeirra yrðu að minnsta kosti tryggð. En það verður ekki ráðið við ástina. Fingur snertast, horst í augu yfir bókum. Einhver staðar hafa þau fundið stund og stað til að játa ást sína. Því hjarta hennar slær eins og hans þótt hún segist ekki hafa orðið fyrir til. Þau vilja eyða lífinu saman en finna þarf leið til að slíta trúlofuninni við biskupsdótturina án þess að uppkomist svik þeirra. Sigríður skrifar bróður sínum bréf 8. nóvember 1830 þegar þau Þorsteinn hafa þekkst í það bil 2 mánuði. Hún veit að Páll verður ekki ánægður með að heyra efnið en ekki hjálpar annað en segja hverja sögu eins og hún gengur. Málið segir hún, að Helgesen vinur hans getur ómögulega átt frökennina en ég hefi merkt að honum væri vel við mig en þar var ég í fyrstun ekki orsök til. Það í raun ekki annað að segja en hinn einföldu orð sem þó segja allt. Nú get ég ekki að því gert að ég elska hann hjartanlega. Þau giftust árið 1833 og urðu prestshjón í Reykholti í Borgarfirði. Þar var hamingja framan af, þau hjónin dýrkuð og dáð, sér tekið mið að skrifum gamalla borgfirðinga. Sigríður skrifar engin bréf á þessum tíma, þarna ein af þessum eyðum eða þögnum, en Þorsteinn skrifar Páli vini sínum, þeir hafðu verið saman strákar í Odda, þannig að þeir þekktust þaðan. Hann skrifar Páli og þannig til frásögn af lífinu í Reykholti, þar sem 4 dætur fæðast en 3 lifa. En svo missir Þorsteinn vitið, það kemur eitthvað fyrir og ég lýsi þessu aðdragandanum ítarlega í bókinni og hann deyr þegar hann ríður hann deyr og ég ætla að lesa hérna úr bókinni. Hann semst búinn að eiga við veikindi að stríða og hafði verið sendur til Reykjavíkur, til lækninga og austur á Móiðarhvoli en ekkert gekk og það komið með hann heim aftur. Hann var svona upp og niður og ég ætla að lesa hér. Þorsteinn unir ekki heim í Reykholti. Ótti Siggeirs var ekki ástæðulaus. Siggeir bróðir Sigríðar sem hafði verið þarna með honum. Sama dag og þeir koma fyrir Þorsteinn yfir að Gilsbakka í Hvítársíðu og þar eina nótt. Sigríður biður sóknabörnin að fylgja honum milli bæja, láta hann ekki einan. Næstu nótt Þorsteinn heima en daginn eftir 7. mars fer hann í húsvitjun að Sturlureykjum við mynni dalsins Bölkorn frá Reykholti.
Það er þess vegna sem fylgdarmaðurinn gefur eftir á heimleiðinni og lætur hann einan. En hugurinn er stjórnlaus. Maðurinn sem vildi ríða í ófærur og leiðin austur að Móiðarhvoli fáeinum vikum fyrr ræður nú ferð sinni sjálfur. Hann beygir af leið og ríður að Reykjadalsá þar sem reiðgötur liggja eyrar og nes og ána sjálfa sem hlykkjast eftir dalnum í ótal bugðum. Nú, í byrjun mars hún bólgin að krapa og ís, kannski stípluð eins og svo oft fyrir framan Hyrnubakka framundan nesi. Bergvatnið sem vaða má á sumardögum nú alltaf 2 metra djúp ófæra við hæstu bakkana. Einhver staðar þar ríður Þorsteinn út á gamla ísinn og steypist fram að skörinni, fram að hestinum eða með honum, brýst í krapanum eða kannski ekki. Hlýtur að hafa lent undir skörinni, skrifa Siggeir, því annars hefði hann sundi við komið. Í stað þess að berjast við hugmyndir eða hugsanir sem héldu honum í rúminu mánuðum saman eða lét hann fara í loftköstum Reykjavík að kaupa allt sem honum datt í hug, lá Þorsteinn Helgason nú í á und ísi bláum. Þetta eru orð frá Jónasi sem yrkir hann. Spor hestsins eru rakin út í ána og upp úr henni aftur, en sárast að hann getur fundist hvurnin sem að honum leitað, skrifa Siggeir fáeinum dögum síðar. Þau hljóta hafa haldið í vonina framan af að Þorsteinn hafi krablað sig upp á bakkan aðeins neðar. Sigríður frá sér á sorg, hvorki sefur né borðar. Og þá tekur hún pennan upp að nýju eftir öll þessi ár og skrifa bróður sínum Páli og biður hann að koma til sín í Reykholt sem hann gerir. Páll hjá Sigríði þegar Þorsteinn finnst 8. apríl eftir mánuð í ánni. Þar liggur hann við stein framundan Hyrnubakka með passíusálmana í vasanum. 6 bændur úr sókninni ber hann heim að Reykholti og í kirkju eins og venjan var. Sagt að þegar komið var að sáluhliðin og hefja átti söng hafi enginn komið upp orði nema Sigríður sem byrjaði að syngja vers úr passíusálmanum. Aðeins einn viðstaddra gat tekið undir með henni. Svona það nú og maður bara komin eiginlega með kökki í hálsinn, en svona var þetta. Hún, Sigríður tekur upp pennana nýju og fer að skrifa Páli bróður sínum aftur orðin breytt kona. Og einmitt hluti af því að reyna að fanga líf og skrifa ævimannesku, það að fara á staði og á myndunum ég í Reykholti og ligg þarna fram á leggsteinin, stóran rúnastein sem liggur á leiði Þorsteins Helgasonar í Reykholtskirkjugarði og hugsa hann, þennan mann sem var svo fagur að aðrir karlar áttu erfitt með að færa það í orð. Og þarna ég líka með Bjarna Guðrásinni í Nesi sem látið núna stórkostlegu maður sem hitt okkur Arnþór 2-3 í kaffi og talaði Þorstein og Sigríði bara eins og hann hefði verið í messu hjá þeim í gær. Hann þekkti þau og svo fór hann með okkur að benda þarna hvar Þorsteinn fór líklega í ána, allavega hvar hann fannst og svo fór hann með okkur þarna út á tún og sýndi okkur þetta allt saman. Ég hef heimsótt Hallfreðarstaði, keyrt Hróarstungu, Velli og Fljótsdal, hort heim á Krossavík í Vopnafirði þar sem auðmaðurinn og sýslumaðurinn afi Sigríðar, Guðmundur Pétursson bjó áður en hann dó af fótbroti í Líð, suður í Edinborg. Og ég hef leitað að honum í kirkjugarði þar ytra og þar sem hann var sannanlega jarðaður. Ég hef staðið í hlaðinu í Hraungerði og hort til fjalla og hort til hafs frá Breiðabólstað og reynt að ímynda mér þegar Sigríður sá gufudampana undir Landeyjum 1869 og spaugaði með það í bréfi að það væri vonandi póstskipið að koma en ekki Tyrkinn að koma aftur. Nú eftir að Þorsteinn dó þá tók við 6 ára ekkjudómur þar sem Sigríður var búandi ekkja í Síðumúla í Hvítársíðu. Hún fékk nokkur bónorð en hristi þau af sér. Árið 1845 bar svo bónorðsbréf í pósti frá ekkjumanninum séra Sigurði Thórarinssyni í Hraungerði í Flóa og það var reyndar svili hennar sem síðar var tengdasonur, Skúli Thórarinsson læknir á Móiðarhvoli sem skrifaði fyrir hönd Sigurðar frænda síns. Sigríður var hikandi svara Skúla í stórmerkilegu bréfi sem hefur varðveist af því að hún hafði tekið afrit eða skrifað drög af bréfi og sendi svo Páli bróður sínum svo hann geti séð hvernig hún svaraði. Og þar segir hún beinlínis eins og kannski sést þarna í textanum hvað ert að reyna að troða mér í hjónaband með manni sem ég þekki ekki neitt og þekktur fyrir að kaupa ekkert óséð hvað þá konu. En séra Sigurður, hann var ítinn eins og þeir eru sumir þessi kallar og gafst ekki upp og kom sjálfur í Síðumúla síðsumars og þá sagði Sigríður já. Og hún fluttist í Hraungerði þá í september 1845 beint inn í Heklugos.
Séra Sigurður sagður hafi verið ágjarn maður. Hann stóð oft í útistöðum við syni sína peningamál. Þetta alveg agalegt að lesa þetta í bréfunum og einu sinni hótaði Sigríður skilnaði þegar henni fannst hann ganga á rétt hennar og dætrana. Hjónabandi virðist samt hafa gengið ágætlega og í rauninni svona bara þeirra samlíf samt og bara hann kemur fyrir sem ósköp indæll kall oft í bréfunum þótt að þessar umsagnir séu til hann. Þau eignuðust 2 dætur sem báðar dóu 2 ára aldur. Barnaveikin og fleiri sjúkdómar tóku gríðarlegan fjölda barna á þessum árum og eftir 1850. 1855 Sigríður oft veik, hún með sull og það eru svakalega lýsingar í bréfum og sérstaklega þessu bréfi sem tilvitnunin þarna er úr og ég læti ykkur bara að lesa þetta en þetta snýst það hvernig Séra Sigurður maðurinn hennar og Jón Hjaltalín læknir voru með hníf og bíld voru borin í síðuna á henni, ætlaði að opna á bólguna og sullin. Hjaltalín gefst upp af því að hún svo, það er svekking, hún verður svo lin og krampar og þá tekur Séra Sigurður bíldin og stingur lengra enn í síðuna og þá opnast þetta og sullirni vella út og svo bara heldur þetta, hún á í þessu alla tíð síðan. Þetta alveg rosalegt. Og ég hef stundum sagt frá því að þegar ég las þetta bréf á handritadeildinni þá þurfti ég lagði það frá mér og hugsaði sullurinn smitast ekki, ekki svona, þetta var svo agalegt. Sigríður var efnakona þegar leið á ævina og bjó vel. Hún átti korn í tunnum og gaf fátækum í hörðum árum og hún hélt stúlkubarni í Fljótshlíðinni frá sveit árum saman með því að borga með henni. Síðustu árin átti hún alltaf rauðvín og gaf sýslumanni sopa þegar hann kom við og fínum konum úr nágrenninu. Þessi tilkynning sem þið sjáu, dánatilkynning sem þið sjáu hér á glærunni, hún birtist í blaðinu Þjóðólfi í apríl 1871 þegar Sigríður var dáin og grafin. Hún þarna kennd við 3 karla, föður sinn og eiginmennina 2, kölluð merkiskona og sagt að ítarlegri æviatriði komi síðar. Það varð ekki fyrir að nú, svona rúmlega 150 árum síðar. Kannski mætti tilfæra Sigríði orð sem hún sagði sjálf ömmu sína árið 1824 eftir hörmuleg veikindi og dauða móður Sigríðar, Malenu, sem líka var með sull. Hún amma mín þolir allt. Það mætti líka kalla hana Táp og Kjarkmann eins og tengdamóðurinnar Ragnheiði Jónsdóttur. Hana skrifaði Sigríður að hún hefði verið góð og guðhrædd, trygg og starfsöm, vitur og vinsæl, huguð og fátæk og móðir. Ef til vill hefði Sigríður viljað að sín yrði minnst á sama hátt þótt vinsældir hafi aldrei verið henni ofarlega í huga. Hún steig alveg svolítið mikið á tær og var ekkert endilega að hugsa að hún væri vinsæl. Hún var kjarkmikil, djörf, hörð í horn að taka en ástrík og ræktarsöm við sitt fólk. Þekki hana eftir öll þessi ár? Já og nei. Í bókinni dregin upp mynd af henni en sú kona sem þar birtist túlkun mín en ekki endilega eins og hún var. Og að lokum leiði Sigríðar á Breiðabólstað í Fljótshlíð. Þangað kom ég fyrst árið 2004 ásamt Hrafnhildi vinkonu minni með hvíta rós og svolítið rauðvín. Hrafnhildur söng í kirkjukóra á þessum tíma og var alveg eyðilögð nema sálmur yrði sungin og ég valdi á föstudaginn langa, eða sem ég kveiki á kertum mínum eftir Davíð Stefánsson og hún söng með hárri sópranröddu og við táruðumst báðar. Mér finnst gott að koma til Sigríðar á Breiðabólstað þar sem hún liggur við hlið Guðrúnar dóttur sinnar og tengdasonar. Þau eru þarna vinstra megin á miðmyndinni þar sem ég sjáið stóran legstein. Sigríður á kafi þarna 2015 og hins vegar hægra megin við hana því sjáið staka krossin, járnkrossin, það eins og hennar kross, að þar liggja 2 barnabörn sem dóu úr barnaveiki 1868 og það alveg hræðileg lýsing á því í bréfum hvernig þau deyja og hvar þau, og hún bað að liggja hjá þessum börnum. Og þar með líki orðum mínum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, það var mjög áhugavert. Ef þið viljið spyrja þá Erlu eitthvað, þá tækifæri núna.
Við erum aðeins að drepa tíman að því Bragi er til nauðsynlega að draga sig frá. En ég er sjálf búin að lesa þessa bók og skrifa hana ritdóm sem ég las í henni. Hún er mjög læsileg, vel skrifuð og þú veist, þetta er ekki bara bók fyrir fræðimenn, alls ekki. Bók fyrir hvern sem er. Algjörlega, og það er líka, sko, það er ekki bara svona hræðileg dramatík og dauði, það er reyndar mjög mikil dauði í henni, það er líka allt svona skemmtilegt. Þannig að við þurfum ekki að láta Ég var mjög merkilegar lýsingar af sullaveikinu. Já. Ég hafði ekki gefið grein fyrir að þetta hafi verið svona alvarleg veikindi. Jú, þetta er, og það er sem Sigríður sjálf með sull og móðurinnar í raunin, hún var alltaf veik. Ég áttaði mig ekki á að hún hefði verið með sull fyrir hún skrifar einmitt í bréfi Siggeir, soninn. Ég óttast að að móðurarfur hans sé sullurinn. Og þá fattar ég, já, Malene var líka með sull. Og svo kemur líka fram í bréfi að pabbi Sigríðar, hann deyr, það er mjög sorglegt og lýsingar því þegar hann deyr. Og þegar mamma hennar deyr, þá skrifar mamman eða einhver mjög var þetta lík dauðastríði föðurins. Og þá hugsaði ég, var Páll sýslumaður kannski líka með sull? Þetta er bara út allt. Og þetta er mjög kvalafull veikindi. Þetta er mjög kvalafullt og þú sem sagt, og þær eru að þenjast út eins og Malene mamma hennar og þoli ekki sko fötin komið við sig því þetta er bara, orðurinn er bara borast þarna í og já, það er bara í komið. Má ekki fá að sjá hérna ættartölum aftur? Það sá hérna. Já, þetta er mjög það er skárri tilraun til að koma skýrt og eitthvað á þessu fólki í bókinni, það er ekki þessi kapli í hverja skrána. Þetta er alveg ræðið. Sko, ég smið hérna. Við tökum það í kaffihléinu. Já. Nú, næstur kemur Bragi Ólafsson, en síðastliðið haust þá kom út bók hans Innanríkið, Alexius, og við aðdáendur Braga erum að vona að bindina ákveðs fyrirheitum, kannski gríni í viðtali í Kylina, en þetta er skáldæfisögulegt verk, má ég segja það. Byggt á æviminningu Braga og hans fjölskyldu, en er mjög svona útidúrasamt og mér datt það í hug þegar Erla var að lýsa hvernig Bragi. En hann leyfir sér sem sagt að fara út víðan völl í lífinu í bókinni, en rammi frásagnannar er reynsla sem faðir hans var fyrir upp á síðustu aldamótum þegar ókunnur maður birtist honum miðjanótt í svefnherbergisdyrunum. Og þessi ókunnugi maður úr fortíðinni, hann tengist húsi foreldra Braga við Skólavörðustíginn þar sem áður stóð verkshús og þar kemur Þórbergur Þórðarson einnig við sögu. Bragi talar nefnir Þórberg svolítið í bókinni, en í annarri bók hefur hann líka getið Þórberg og tengingar Þórberg, en þú kannski segir okkur sjálfur frá því nánar. Gjör svo vel. Það má lóta svona. Já, velkomin og takk fyrir komuna. Þetta er eins og Þorbjörg sagði, þá leit út fyrir í gærmorgun að það kemur kannski einn, en já, svo okkur leist ekkert á þetta mér og Þorbjörgu og ferðarfélaga mínum sem er staddur. Sáum ekkert fram á að komast heim í kvöld eins og stendur til, en það ætlar að reddast og ég vil bara þakka Herra
Ef ég tala, það kemur ekki í mikrofónin eða? Já, ég skal reyna það, já, takk. Já, heyri, en kemur ekkert í gegnum mikrofónin eða? Jú, það bara fyrir upptöku. Já, þetta upptak, já, afsakið. Við heyrum vel í þér. Já, stræði. Já, ég vildi nú bara byrja að þakka kærlega fyrir boðið hingað, Þorbjörg, og bara fyrir mikla gestrisni og gaman að koma. Þetta í fyrsta skipti sem ég kem hingað og sérstaklega gaman fyrir mig að sjá Þórbergs safnið sem svo skemmtilega uppbyggt. Og takk fyrir kynninguna, Sofía. Þú ert nú eiginlega búin að segja allt sem ég ætlaði að segja, þannig að ég get svona svo til. En ég, eins og þú sagði, sko, þá er þessi bók svona fer hingað og þangað og má segja að hún sé svona óreiðukennd. Og ég ætla nú aðalega að lesa upp úr henni, ætla að koma við í 3 köflum. En er með smá inngang sem að ég svona ákvað að hafa líka bara óreiðukenndan til þess að bókin kem ekki illa út í samanburði. Þannig að, og ég er svo sem ekki, sko, ég er líklega, já, ég er eini fyrirlesarinn sem er ekki fræðimenntaður, þannig að ég þið verið að virða mér það til vorkunnar, en það er ég bara aumt skáld. Já, ég held ég þurfi ekki að segja þetta meira, en ég þurfti að koma með einhverja yfirskrift á þetta spjall og það fyrsta sem kom í huga mér var eitthvað sem ég hafði lesið nýlega eftir Þórberg og ég sem sagt vinn úr þeirri setningu sem er ekkert er eins og eitthvað annað og sem mér finnst reyndar eiga ágætlega við Þórberg sjálfan. Og fyrst að þessi bók, fyrst að rammi hennar er eins konar draugasaga, þá ætla ég að lesa smá brot úr samtali Matthíasar Jóhannessonar og Þórbergs úr bókinni Í kompaníi við allífið. Það er bara 4 setningar. Hefurðu séð draug, Þórbergur? Nei. Hvað myndirðu gera ef þú sæir draug? Ég myndi horfa á hann. En árið 1989 var ég staddur í Denver, Colorado í Bandaríkjunum, þar sem ég bjó á hóteli sem kallaðist The Oxford og kallast enn. Þetta hótel var byggt 1891, 98 árum áður en ég dvaldi þar, 3 árum eftir að Þórbergur Þórðarson fæddist, og í minningunni var margt í innréttingum hótelsins sem minnti á tiltölulega háan aldur þess, þá aðalega á fyrstu hæðinni. En líka í kjallaranum þar sem almenningssalernin var að finna. Ég er ekki viss að pissuskálarnar hafi verið frá þar síðustu öld, en þær voru gamlar, það var engin vafi á því. Þær litu út eins og þær hefðu aldrei verið þrifnar og gulbrúnn liturinn í botni þeirra nánast lyktaði af gamalli sögu, gott ef hann gerði það ekki í raun og veru. Ég man ekki hvernig ég spurði út í þessar margmygnu skálar, en einhver sagði mér frá því að bandaríski tónlistarmaðurinn, textahöfundurinn og leikarinn Tom Waits hefði byrjað feril sinn sem flytjandi á þessu hóteli. Hann hefði spilað og sungið og án efa sagt sögur og brandara á hótelbarnum og jafn örugglega drukkið svolítið á meðan. Hann var þekktur fyrir það þangað til hann hætti. Það þarf því ekki að velta því fyrir sér hvort hann pissaði í þessar skálar, hann hlaut að hafa gert það oftar en einu sinni. Ég var sjálfur að vinna sem tónlistarmaður þarna í Denver og mér þótti ekki leiðilegt að hafa staðið yfir sömu pissuskálinni og Tom Waits þegar hann var að taka fyrstu skrefin á sínum litríka ferli. Ég er kannski að búa til þá minningu en það rifjaðist upp fyrir mér þarna á The Oxford að ég hafði líka kastað vatni í sömu skál og annar höfundur sem ég bar ekki minni virðingu fyrir en Tom Waits á þessum tíma. Það gerðist nokkrum árum áður og meira að segja á heimili þess höfundar sem ég hafði og hef í sömu metum og Tom Waits, nefnilega heimili Þórbergs Þórðarsonar frá Hala í Suðursveit. Það var líklega í kringum 1985 sem ég fór ásamt vinum mínum í heimsókn til enn eins vinar sem vildi svo til að leigði gömlu íbúðina þeirra Margrétar og Þórbergs á Hringbraut 45. Ég man ekki hvernig umhorfs var í íbúðinni en að minnstakosti minnti innbú vinar míns ekki á þær myndir sem ég hafði séð frá heimilishaldi gömlu hjónanna og lesið í viðtalsbók Matthíasar Jóhannessonar Í kompaníi við allífið. Ég hlýt þó að hafa staldrað þarna við í svolitla stund því mér var mál að pissa meðan á heimsókninni stóð. Sem var til þess að allt í einu stóð ég yfir salernisskál, soppbyggi og möggu
og lík því ekki að mér fannst það stór stund í mínu lífi. Ég kem aðeins aftur á þessari reynslu í niðurlagi spjallsins, í hala þessa spjall sem mér gefst tími til, sem ég held reyndar að mér gefist ekki tími til en við sjáum til. En langar til að nefna núna að ég ekki eina ungskáldið sem hefur hort á eftir gulum straumi sínum niður í klósettskál Þórbergs og Margrétar á Hringbrautinni eftir andlát Þórbergs. Eflaust erum við fleiri sem hefum upplifað svona tengsl við bókmenntasögu landsins og hversdagslíf eins flinkasta höfundar þeirrar sögu. En þegar ég sagði vini mínum Óskari Árna frá því að ég hefði pissað í skál Þórbergs og Margrétar, lyftist brúnin á Óskari. Því hann hafði sjálfur gert hið sama, meira að segja oftar en ég, fullyrti hann, líklega helmingi oftar sem sagt tvisvar. Óskar kom nefnilega tvívegis í heimsókn til Margrétar eftir að Þórbergur dó. Það var á vordögum 1982, það bil ári áður en Margrét flutti úr íbúðinni. Óskar vann þá hjá gamla háskólabókasafninu og var settur í það verkefni að flokka og ná í bækur og handrit Þórbergs sem hafði verið ánafnaðar safninu. Að sögn Óskars var þarna mikið af alls konar smáprenti, svo sem esperantoritum og áróðurspésum frá Kína og Sovétríkjunum. Margrét færði honum kaffi í þessum heimsóknum og vínarbrauð, eða vínirbrauð eins og Halldór Laxness kýs að stafa það. Og eins og ég nefndi þá fullyrðir Óskar að hann hafi sprengt í klósettið í bæði skiptin á milli þess sem Margrét hellti kaffi í bollan hans og skammaðist út í kapitalistana Silla og Valda. Við Óskar gáfum út fyrstu ljóðabækurnar okkar árið 1986, við þekktumst reyndar ekki þá og ég er nokkuð viss að andir Hringbrautarinnar hafi fyllt okkur báðum inn í þessar fyrstu útgefnu bækur og fleiri bækur eftir það. Ég hafði frá unglingsaldri lesið ljóð og prósa Þórbergs, sum ljóða hans hafði ég lært utanbókar eins og til dæmis Sósusálminn, Seltjarnarnesið, Ég aumingi og auðvitað loka erindi kvæðisins Afturhvarf Auðbjörgu í Hjálpræðishernum og mér fannst ég á einhvern hátt vera náinn þessum skringilega og einstaka manni. Sú tilfinning var síðan sterkari eftir að ég sá hina vinsælu og vel útfærðu leikgerð Kjartans Ragnarssonar upp úr ofvitanum í Iðnó. Ég ætla ekki að fullyrða það en ætli Þórbergur hafi ekki verið svolítið í tísku á þessum árum, hugsanlega var hann lesinn í menntaskólum sem ekki raunin í dag. Að minnsta kosti lifði ég mig mjög sterkt inn í sögusvið hans, skoðanir og fagurfræði og það sem ég kunni einna helst að meta í höfundarverki hans var húmorinn sem í mínum huga lifir enn góðu lífi í dag. Kannski byggir húmor Þórbergs helst á einhvers konar öfugsnúinni lógík. Hann leyfir sér umfram aðra að fullyrða hluti án þess að steinn standi yfir steini. Það í honum púki og prakkari. En það sama má örugglega segja vin hans eða jafnvel fjandvin Halldór Laxness og einnig þann mann sem skartar 2 steinum í nafni sínu Steinsteinar. Ég ætla ekki að tala mikið persónuna Þórberg eða verk hans, það eru aðrir mun betri í því. En ég hefði örugglega freistast til þess hefði ég ekki glatað úr tölvunni minni skrifuðu erindi sem ég flutti fyrir mörgum árum í háskólanum í tíma hjá Bergljótu Kristjánsdóttur, bókmenntafræðingi, ákveðin líkindi milli Þórbergs og körtunar Mr. Toad í sögu hins skoska Kenneth Graham, The Wind in the Willows, Þytur í laufi. Ég var minntur á þennan texta fyrir stuttu, einmitt af Bergljótu, og kom þá eiginlega alveg að fjöllum, en man núna svona sirka út á hvað þetta gekk. Ég var ekki bara að líkja Þórbergi við hina uppátækjasömu og trúðslegu körtu Mr. Toad of Toad Hall, heldur líka við aðra persónu í Wind in the Willows, hinn aldna greifingja, Badger, sem fullkomin andstæða körtunar. Hann hinn skynsami umvandlari, sá sem stöðugt í því tímafrekar hlutverki að koma vitinu fyrir Mr. Toad, þegar sá síðanemdi það bil eða þegar búinn að fremja einhver asnastrygg. Þetta þarfnast ef til vill frekari útskýringa en í mínum huga var Þórbergur einhvers konar mix af þessum ólíku persónum, svo ég vitni í titil á bók með fyrstu ritverkum hans í óbundnu máli. En þetta auðvitað útúrdúr eins og allt sem ég hef talað fram að þessu. Ég ætlaði nefnilega að láta þetta spjall fjalla bókina mína sem kom út síðasta haust, þar sem Þórbergur kemur vissulega við sögu. Í fyrsta kafla innanríkisins Alexíus
útskýri ég þá ákvörðun mína að leggjast í endurminningaskrif eða öllu heldur afsaka þau skrif. Ég les sjálfur mikið af ævisögum og finnst ekki verra þegar ég skynja persónu og líf höfunda í gegnum verk sem gefa sig út fyrir að vera hreinn skáldskapur. Bilið milli skáldaðra frásagna og minningaskrifa er auðvitað oftast mjög óljóst. Það er nóg að lesa Þórberg til að finna dæmi slíkt. Ég hef sjálfur oft notað þætti og senur úr eigin lífi í skáldverk mín og finnst ég því hafa fullan rétt til að snúa þessu við þegar ég þykist vera að bera á borð sannleikann í lífslaupinu. En þegar ég ákvað að fara af stað með hinar svokölluðu endurminningar og gantaðist með að þau bindi yrðu 9 að tölu, yfirlýsing sem hefur vakið meiri athygli en sjálf fyrsta bókin, vildi ég alls ekki skrifa línulaga frásögn frá æsku til dagsins í dag, heldur stökkva fram og aftur í tíma og leyfa atriðum sem ég lýsi hverju sinni að vekja upp eitthvað alveg óskylt í tíma og jafnvel efni og snúa þar með kúrs í miðri á. Ég er ábyggilega ekki einn að finnast allt lífið og öll reynsla vera í eins konar hvirfilvindu í hausnum á hverjum degi, að ég sé jafn fastur eða laus við það sem gerðist fyrir 40 árum, jafnvel 50, og allt hitt sem blasir við augum mínum í dag. Tíminn er náttúrulega óskilgreinanlegt element. Besta útskýringin sem ég hef heyrt til þessa er sú að tíminn sé aðferð náttúrunnar til að láta ekki allt gerast í einu. Í þeim skilningi má segja að í bókinni minni fari ég gegn náttúrunni, kontra natúran, því ég upplifi þessi skrif eins og allt sé að gerast í einu. Kannski er það svipuð tilfinning og stundum er talað að fara í gegnum huga manneskju á dauðastundinni, að allt lífið renni í gegnum hugan og einu augnabliki eins og bíómynd á ljóshraða. Ég er allt í einu núna að gera mig grein fyrir því hvers vegna ég valdi nokkur orð eftir bandaríska rithöfundinn William S. Burroughs sem einkunnarorð þessarar bókar. But I am dying. No, you're not. Ég er aftur á móti svo gamaldags þegar kemur að formi að ég vildi hafa ákveðin ramma í bókinni og hef í hyggju að halda við það í þeirri næstu. Enda öðlast maður meira frelsi ef ákveðin rammi eða strangt form liggur fyrir á meðan maður skrifar þegar maður veit svona sirka hvert niðurlag bókarinnar verður. Þetta gildir auðvitað líka skáldsögur og leikrit, kannski síður smásögur og ljóð. Ég las daginn grein eftir Sigríði Rögnvaldsdóttur brotna heimsmynd Þórbergs og ég vitni í titilgreinarinnar synd og reynd í íslenskum aðli og ofvitanum og mér fannst Sigríður leið vera að lýsa minni eigin aðferð í endurminningaskrifunum. Hún segir meðal annars: Frásögnin er römmuð inn í raunveruleikann og sá rammi er gerður úr sögusviði, persónum og atburðum sem lesendur ýmist þekkja deili á eða geta aflað sér vitneskju í heimildum. Tíma og staðsetningar eru yfirleitt mjög nákvæmar, þekktir atburðir úr sögu þjóðarinnar fléttast inn í frásögnina, veðrinu er lýst í smáatriðum og svo mætti lengi telja. Já. Þetta með veðrið á þó ekki við mig. Ég hef aldrei verið með veðurathugunargræjur út á svölum. Ég man ekki einu sinni hvernig viðraði í gær, sem er ekki alveg rétt í með gærdagi núna, já. En áfram með Sigríði. Allt gefur þetta verkunum sannsögulegt og sannfærandi yfirbragð og bendir til að sögumaður vilji telja lesendum trú að hann sé að skrá skipulegar æviminningar miðla sannri sögu æsku sinnar. Og aðeins síðar segir Sigríður: Það er þekkt hugmynd að með ævisögum sé verið að búa til heildstæða lýsingu á mannsævinni með skipulegri og hlutlægri frásögn þar sem forðast er að raska jafnvægi heildarmyndarinnar með flóknum frásagnarhætti og margræðinni. Þetta felur meðal annars í sér að í frásögninni verður tíminn að vera í samfellu til að ríma við þá ímynduðu heild sem ævisagan er, en augljóslega falla sögur Þórbergs ekki undir þessa skilgreiningu. Bygging verkana á sinn þátt í því, þar sem hennar vegna er erfitt að henda reiður á tímanum. Tilvitnunum lýkur í Sigríði. Það hendir nefnilega engin reiður á tímanum eins og allir vita. Fortíðin er nútíð, nútíðin fortíð. Það sem gerist einu sinni, gerist aftur. Það sem hefur aldrei gerst, mun gerast og svo framvegis. Það má kannski hugsa til Þórbergs í þessu samhengi sem að sagði: Allt sem hefur verið til heldur áfram að vera til. Svo veit enginn hvort eilífðin er tími eða ekki. Ég leyfi mér þó í bókinni minni að tala upptrekta eilífð
eða eilífð og býst við að flestir viti í hvernig ég vitna þar, það er ekki Þórbergur. Það sem annars rammar inn innanríkið Alexíus er atvik í lífi föður míns heitins. Í bókinni dúkkar hann oftar upp en bara í tengslum við áðurnefnt atvik og eftir á að hyggja finnst mér ekki ólíklegt að ég hafi notað þína óvæntu heimsókn sem hann fékk miðja nótt í þeim eina tilgangi að minnast föður míns sem lést fyrir rúmum 20 árum. Og leið að kippa móður minni inn í bókina sem á móður fjölskyldunni, foreldrum mömmu, systkinum og öðrum sem í gegnum dramatíska atburði en líka grátbróslega breiða úr sér yfir alltaf því helming blaðsíðu fjöldans. En áður en ég sný mér að sjálfur bókinni er kannski tímabært að útskýra eða afsaka yfirskrift þessa spjalls að ekkert sé eins og eitthvað annað. Það hefur alltaf setið í mér þegar faðir minn sagði við mig fyrir það bil hálfri öld eða svo að engir tveir hlutir væru nákvæmlega eins, bara alls engir hlutir. Að gangverk tveggja armbandsúra af nákvæmlega sömu tegund væru til dæmis ekki eins, að 2 hefti í sömu heftibissinu væri það heldur ekki og þaðan af síður 2 rykkorn ef hægt er að tala rykkorn sem hluti. Það væri alltaf einhver örlítill munur á 2 hlutum sem litu út fyrir að vera alveg eins. Þetta eru auðvitað engin ný sannindi en þegar þau koma úr munni Þórbergs Þórðarson rithöfundar eða hvaða rithöfundar sem skáldin og rithöfundarnir eru auðvitað alltaf að líkja einhverju við eitthvað annað, fá þessi orð ef til vill öðruvísi merkingu. Þórbergur var greinilega sömu skoðunar og faðir minn ef eitthvað að marka brot úr kompaníinu við aflífið, þar sem Þórbergur segir Matthíasi frá skautaíþróttinni. Nú er gaman hérna á skautunum, svellið gljáandi eins og nýr blikkstaukur. Ekki eins og blikkstaukur, eins og spegill. Það eru víst engir 2 hlutir alveg eins. Af því á maður aldrei að segja að eitthvað sé eins og eitthvað annað. Nú geri ég mig áboginn og hleyp. Nú renni ég mér og er teinréttur og tígulegur eins og herfóringi á mynd. Nú rugga ég mér út í hliðarnar eins og frönsk skonnorta. Nú held ég upp hægra fætinum. Nú þeim vinstri, já, akkurat eins og hundur að pissa. Svo koma fleiri eins og í framhaldinu eins og Þórbergur vilji stríða sjálfu sér fyrir að hafa lagst gegn eins og líkingamáli. En eflaust var hann með þessu að pota í orðfæri ljóðskaldana sem oft eru óþarlega mikið á eins soginu, en ábyggilega líka að grínast að skaldsagnahöfundum sem hann gerði óspart, þá einkum í sálmunum Blómið þar sem hann lýsir því ítrykkað yfir að hann sé ekki að skrifa skáldsögu. En nú ætla ég að koma mér að efninu eins og segir reyndar í síðustu setningu 1. kaflans í bókinni minni áður en ég byrja að tala yfirlýst efni hennar þar sem nefnt í undirtitlinum Alexíus. Ég ætla að lesa nokkra blaðsíður úr kafla nr. 2 sem hefur yfirskriftina Einhver í dyrunum pluss útúrdúr hljómplötur og bækur. Að vísu nefni ég Alexíus ekki með nafni þar, ég býð með það þar til seint í bókinni. Og eins og ég bendi á í undirtitli kaflans er ég fljótur að gleyma mér í útúrdúnum. Það er annars mikið neðanmálsgreinar í gegnum alla bókina en ég sleppi því að lesa þær að mestu. Auk þess sem mikið af ljósmyndum sem gera lestur upp á bókinni svolítið snúin því samspil myndana og textans er oft mjög náið. Þannig að í raun er þetta bók sem helst verður að lesa á pappírnum, ég tala nú ekki vegna neðanmálsgreinana sem stundum poppa upp í miðri setningu. Ég komst að því nýlega að bókin hefur verið lesið inn á það sem kallað grammófónismus í kristnihaldið undir jökli. Hún er sem sagt til á hljóðbókasafninu, en ég myndi sjálfur ekki vilja kynnast henni í gegnum þann miðil. Á eftir kaflanum Eitthvern í dyrunum ætla ég síðan að lesa byrjun kafla sem nefnist Bækur og leikföng, þar sem ég kem aðeins við í Bergshúsi, og síðan í lokin 3. síðasta kaflan, Lög og óregla, en þar er loks tekinn fyrir maðurinn á forsíðu bókarinnar. Og ef tíminn verður ekki floginn frá mér, þá langar mig aðeins til þess að líta inn á Hringbraut 45, en eins og ég sagði þá ætla ég að sjá til með það. Eins og Sofía nefndi þá kemur Hringbraut 45, hún er svona í svolítið miðpunkt í þessari hérna skáldsögu sem kom út fyrir 20 árum. En ég ætla sem sagt bara að lesa, byrja þá á kafla nr. 2. Þetta er sem sagt bók Innanríkið Alexíus. Og eins og þið sjáu þá svolítið mikið af myndum, þannig að
Ég hefði náttúrulega átt að koma með svona glærusýningu en ég kunni það ekki. Já. Faðir minn heitinn, Ólafur Stefánsson, vaknaði eitt sinn miðja nótt í íbúð þeirra mömmu á Skólavörðustíg 10 við að maður sem hann hafði aldrei séð áður stóð í dyragættinni. Mamma lá við hlið pappa í rúminu þegar þetta gerðist eins og aðra nætur og hún vaknaði líka vegna þess hversu mjög pappa var brugðið. Ég man ekki hversu lengi hann sagðist hafa haft þennan mann fyrir augunum. Eflaust ekki nema nokkur augnablik, kannski frekar inn á örskot stund, þótt erfitt sé að gera sig grein fyrir slíku þegar maður verður fyrir jafn óvæntri reynslu. Pappi lýsti manninum á þann hátt að hann hefði verið óvenjulangur með háan hatt á höfðinu í einhvers konar einkennisklæðnaði, dimm fjólubláum eða dökkrauðum. Hann hefði haft yfir sér valdsmannlegt yfirbragð en þó ekki verið ógnandi á nokkurn hátt. Þetta var frekar óþægilegt man ég að pappi sagði við mig. Mér hefði fundist það líka, held ég. Þessi einhver í dyrunum var til þess að pappi fór í ákveðna rannsóknarvinnu ólíka þeirri sem hann hafði áður stundað, hvort sem var í frístundum eða vinnunni. Hann starfaði lengst af sem lögfræðingur hjá Fiskveiðasjóði í Útvegsbankanum í Austurstræti, sama banka og ég vann í skeið, og síðan undir lokin hjá tollstjóra í Tryggvagötu í húsinu sem nú hýsir Kólaportið, Kólporter eins og pappi kallaði það. Atriðið í svefnherbergisgættinni var líka til þess að hann tók að endurskoða afstöðu sína til hins yfirskilvitlega. Fram að því hafði hann ekki fundið hjá sér mikla þörf til að kafa ofan í þann hluta mannlífsins sem hefst við fyrir handan, fyrir utan að hafa einu sinni farið með mömmu á fjöldafund með Hafsteini Miðli í Háskólabíói. Það litla sem ég man úr frásögn foreldra minna af þeim fundi var að hann hefði verið mjög fjölmennur, líklega fyllt hinn stóra bíósal, en þeim mun betur man ég eftir að hafa borið virðingu fyrir nafni Hafsteins á þessum tíma. Þetta var á miðjum 8. áratugnum þegar ég var sjálfur ekki laus við að hafa áhuga á draugafræðum, enda alin uppi sögur af allskyns óútskýrðum fyrirbærum og hafði auðvitað lesið þætti Þórbergs Þórðarsonar Viðfjarðarundrin og Indriða miðil, átti mér að segja vínilplötu með upplestri Þórbergs úr fyrrnefnda þættinum. Líklega er þessi vínill með Þórbergi sú plata sem ég sakna mest að eiga ekki lengur af öllum þeim plötum sem ég hef glatað úr safni mínu ævina. Ég leitaði að heimildum hana á netinu og fann einungis eina plötu með Þórbergi. Það var á Discogs vefsíðunni sem er alþjóðlegt markaðstorg fyrir útgefna tónlist. Orðið er stytting fyrir Discographies. Prógrammið á plötu Þórbergs innihélt þó ekki Viðfjarðarundin heldur Heima og Hala og Stein Afa á A-hliðinni og Konjak og Biskví og í Bergshúsi hinum megin. Platan var gefin út af Demant-útgáfunni árið 1975. Það er aðeins til eitt eintak á Discogs sem er verðlagt á $25,64. Ég hef aldrei keypt mér neitt í gegnum þessa vefsíðu en finn núna að fiðringur er komin í pöntunarfingurinn. Ég hlýt að geta réttlætt fyrir sjálfur mér að spandera nokkrum $1 í þessa plötu, því ekki er ég á leiðinni að kaupa mér einhverjar proto-prog plötu sem verið að óta að manni á þessari sömu síðu. Mér fannst reynda sem snöggvast þegar ég var að skoða þetta að það hefði hugsanlega verið Þórbergsk ímyndun í mér að hafa átt Viðfjarðarundin á plötu, að hugsanlega hefði einhverju slegið saman í höfðunum. En stend samt við þau orð þessi plata var til í safni mínu. Og það er það sem ekki síður hvetur mig til að eiga viðskipti við Discogs núna er, eins og sést á næstu mynd af skjánum, sem að þið sjáuð ekki, að þessi æskuminningaplata Þórbergs hefur aldrei verið seld þar áður, bara aldrei. Að vísu lítur út fyrir að 4 einstaklinga langi til að kaupa hana og einhverju hluta vegna er tekið fram að aðrir 27 eigi hana nú þegar. Það er ómögulegt að vita hvað Þórbergi hefði fundist að sjá vörur sínar auglýstar innan Sex Pistols og bandarískt tónlistarfólk á borð við Bruce Springsteen og Gladys Knight, sem vekur upp spurninguna frægð eða kynningu á rithöfundunum Þórbergi Þórðarsyni utan Íslands. Svarið við þeirri spurningu er 0 eða 0,1. Ég hefði látið mér detta í hug að til dæmis Danir eða Þjóðverjar hefði verið látið vita af þessari einstöku rödd í bókmenntum heimsins, en ég finn ekki nema eina litla sögu á þessum 2 tungumálum. Hún kemur úr íslenskum aðli, Weiß til mín elskede, Unterwegs zu meiner Geliebten. Á ensku er aðeins til ein bók eftir Þórberg, Steinarnir tala í þýðingu Julians Meldon Daci,
The Stones Speak, sem gætu auðvitað verið titill á sjónvarpsþætti eða bók með viðtölum við meðlimið Rolling Stones. Hér verði reyndar aðeins að bæta inn í vegna þess að ég fekk að vita frá, eða komst reyndar að því að eftir að bókin var komin út og heyrði líka frá Þorbjörgu og Soffíu í gær að það eru til talsvert fleiri þýðingar á Þórbergi. Það verður segja nýkomin útgáfa í þýðingu Julian Darcy á íslenskum aðli. Og svo hann þýddur náttúrulega á tékknesku og eitthvað fleira. Þannig að ég fer með rangt mál og ég verð að leiðrétta þetta í þarnæsta hefti. Þegar ég fletti þessari útgáfu upp á breska Amazon kemur í ljós að hún ekki á sérlega aðlaðandi verði. Þeir vilja fá 58,87 sterlingspund fyrir eintakið. Að vísu hægt að fá bókina á 48 pund slétt á ABE Books Co. UK sem heldur ekki gefins svona miðað við hvað maður borgar fyrir bækur almennt. Ég óttast að nú sé ég að hætta mér út á viðsjárvert svæði í þessu ofanmáls neðanmáli og finn á mér að ég muni í meira mæli en eðlilegt þykir villasta braut hér á næstunni. En að steinarnir tala sé eina bókin í fullri lengd eftir Þórberg sem þýtt hefur verið á ensku, sem ekki rétt, nokkuð sem íslensk bókmennayfirvöld ættu að taka til skoðunar og helst bæta úr. Að vísu eru til einhver brot hér og þar meðal annars það sama og Danir og Þjóðverjar þýddu In Search of My Beloved og hinn fræga frásögn úr bréfi til Láru ófrísku höfundar When I Got Pregnant. Ég reyndar að gleyma bók sem kom út árið 2014 með brotum úr verkum Þórbergs Of Icelandic Nobles and Idiot Savants, an anthology of the writings of the novelist, essayist and humorist Þórbergur Þórðarson í þýðingu Hallbergs Hallmundssonar og Julian Meldon Darcy. Þar má finna kafla úr bréfi til Láru, ofvitanum, Eddu, sálminum með blómið og gott ef ekki hluta af viðfjarðarundunum. Nú heyri ég fyrir mér hávert fuss og svei frá ákveðnum aðilum þess efnis að engin ástæða sé til þess að þreyta enskan og amerískan bókamarkað með einhverjum þýðingum á þessu sér íslenska fyrirbæri, skrýmslafræðingnum, dulspengingnum, esperantistanum og ég veit ekki hvað annað Þórbergi. Yngri kynslóðir á Íslandi, jafnvel fólk sem hefur farið í gegnum menntaskóla og háskóla, hafa almennt ekki hugmyndu hver þessi maður var og hvað hann skrifaði. Á valbókalista í íslensku í menntaskólanum í Reykjavík eru til dæmis 75% þess sem í boði fyrir nemendur að lesa nýlega spennusögur af vísu á íslensku, pluss ein reynslusaga í bókarformi úr íþróttaheiminum. Þegar búið verður að þýða yfir á ensku, ofvitan, íslenskan aðal, sálminum blómið og hugsanlega restina af Suðursveitarbókunum í framhaldi af steinarnir tala, munu Soffía Auður Birgisdóttir og Pétur Gunnarsson skrifa formála að hverri bók fyrir sig og leið setja Soffíki Afa í samhengi við heimsbókmenntirnar. Og ég ætla reyndar að lesa eina neðanmálsgrein í þessu samhengi. Til gamans eða sem rannsóknarefni má nefna furðuleg líkindi með síðustu ljóðlínu fútúrískra kveldstemninga Þórbergs og lokalínu fyrsta kafla Eyðilandsins eftir T.S. Eliot. Kveldstemningarnar sem eru ortar 1917 af ef til vill eina meðvitandi fútúristanum í íslenskum bókmenntum sem hafði ekki hugmyndum hvernig þetta nýja skáldskapar fyrirbæri fútúrismin hagaði sér í útlöndum, svo vitna sig í hálfkæringsleg orð Þórbergs í formála ljóðinu í safni hans Eddu, þau enda svona. Nonsens, kaos, bratar, monsieur. Bratar sanskrít og þýðir bróðir. 5 árum síðar á kraftaverka ári módernismans vitnar T.S. Eliot í Baudelaire með þessari línu. Jú, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Frère þýðir bróðir, félagi eða vinur, en hefur verið þýtt sem tvíburi í einhverjum enskum þýðingum. Ljóð Baudelaires til lesandans, þaðan sem T.S. Eliot tekur línuna, kom út árið 1857. Þetta svolítið áhugavert, því hann semur þetta ljóð 1917 og rauninni, þetta bara minnir strax á þetta fræga ljóð T.S. Eliot frá 1922. En auðvitað náttúrulega var Þórbergur að einhverju leyti módernisti, kannski aðeins að fatta það sjálfur.
Þótt varla hafi verið til tveir ólíkari samtíðarhöfundar á vesturhveli jarðar að innri og ytri gerð en þeir Þórbergur Þórðarson og Marcel Proust gæti sá síðarnefndi virkað sem beita á erlenda lesendur til að kynna sér þann fyrrnefnda. Pétur hefur nú þegar í skrifum sínum tengt höfundarverk Þórbergs sjálfsævisögulegum skrifum Prousts. Ég ætla að leyfa Pétri að hafa orðið þennan ólíkindarlega skyldleika Þórbergs og Prousts og styðjast við ávarp sem Pétur flutti við móttöku stílverðlauna í nafni Suðursveitarmannsins árið 1999, þar sem ein helsta niðurstaðan sú að báðir þessir höfundar, Íslendingurinn og Frakkinn, lýsi í verkum sínum paradís sem þeir hafi glatað, en endurvakið. Pétur talar einstæða tilraun þeirra beggja til að skapa upp á nýtt veröld æsku sinnar, heim sem annars vegar sprottinn úr auðsæld franskrar háborgarastéttar og hins vegar naumu lífi Íslands í blábyrjun 20. aldar. En jafn ólíkir og þeir heimar sem á aðstæður og viðhorf Þórbergs og Prousts ýmislegt í aðferðum þeirra og skynjun sem þeir eiga sameiginlegt. Ég held ég bíða aðeins með þetta vegna þess að mig grunar að tíminn sé að fara of fljótt frá. Ég get því miður ekki bent ykkur á að kaupa þessa bók, hún er eiginlega ekki til lengur, nema kannski í einhverjum búðum í Eymundsson helst út á landi sem að, ég ætla að koma hérna, eins og ég sagði þá ætla ég að koma við í Bergshúsi á Skólavörðustíg núna og bækur, bara korter. Já, þá kannski næ ég ekki að lesa síðasta kafla, það skiptir ekki máli. Þótt ég færi mig núna aftur yfir á Skólavörðustíg verður svolítil bið á því að hávaxni maðurinn í dyragættinni stígi aftur inn í frásögnina. Mér finnst líka rétt að láta vita, til að kalla ekki á of miklar væntingar, að maðurinn mun ekki stíga inn í svefnherbergið, ekki í þeim skilningi að fætur hans taki skrefið. Ég man vel eftir því þegar ég hjálpaði foreldrum mínum að bera þeir danska klukkuferlíki upp tröppurnar á Skólavörðustígnum þegar þau fluttu þangað. Íbúðin var á 3. hæð til vinstri þeirri efstu í húsinu. Ég man þetta með 3. hæðina sérstaklega því tíma tók ég að mér að þrífa stigaganginn í húsinu sem var fín íhlaupavinna einu sinni í viku, cirka klukkutími í senn, þegar ég hafði ekki aðra vinnu að minnsta kosti ekki launaða. Og fyrir utan launin nýttist vinnan mér vel, mér sem get aldrei munað á hvaða hæð fólk býr í fjölbýlishúsum, til þess að muna í eitt skipti fyrir öll á hvaða hæð foreldrar minni bjuggu. Þau voru frumbyggjar í húsinu. Æskufélagi föður míns, Gunnar Rosenkrantz, stóð fyrir byggingu þessa hús. Hann bjó sjálfur ásamt fjölskyldu fyrir innan dyrnar á móti, en íbúð hans var mun stærri með rislofti og stórum þaksvölum fyrir ofan eða ofan á íbúð mömmu og pappa. Það sem kannski áhugaverðast við þetta nýbýli sem stendur á horni Bergstaðastrætis að á reitnum stóð áður hið sögupræga Bergshús. Sú staðreynd tengist einmitt því sem faðir minn upplifði þessa nótt sem ég hef nú nefnt oftar en einu sinni. Hið horfna Bergshús einkum þekkt fyrir að hafa verið bústaður Þórbergs Þórðarsonar á árunum 1909 til 1913. Hann gerði það heimsfrægt í bók sinni Ofvitanum eins og einhver orðaði það. Baðstofan og allt það. Ég á eftir að vitna í Ofvitan síðar þegar ég ræðst af fullum þunga í að fjalla drauginn í dyragættinni, en hér á eftir ein setning úr bókinni, óviðkomandi draugnum, sem langar til að koma að fyrst. Því það fyndið til þess að hugsa að hið nútímalega hús sem foreldrar mínir bjuggu í kringum aldamótin síðustu standi á þeim reit þar sem Þórbergur hafði á 4. kvöldi sínu í baðstofunni, þriðjudaginn 12. október 1909, lokið við að drasla aleigu sinni 2 koffortum með fatatuskum og pappírum, heipoka, vatteppi og kotta á litlum handvagni neðan úr landssjóðsskúrunum við Klappastíginn og hafði nú lokið við að koma hverjum hlut fyrir á sinn stað í Bergshúsi. Ég geri mig grein fyrir að þetta ferðalag Þórbergs af Klappastíg upp á Skólavörðustíg var farið snemma á síðustu öld, en hvað í ósköpunum var hann að gera með heipoka í herberginu sínu? Var heyið til einangrunar? Eða var hinn ungi rómantíker eintalari sálarinnar grashæta? Í þessu stutta broti úr Ofvitanum staldra ég líka við orðið vatteppi, sem eitt af þessum skemmtilega samsettu orðum á íslensku
sem skarta sama samhljóðanum þrisvar í röð. Eins og til dæmis poppoki, sem í ofanálag hefur eitt ekstra p. Og fyrst ég er komin út á þetta svell, þá eru hér nokkur handahófskennd dæmi í viðbót sett saman í fullkomlega eðlilega setningu þótt þar sé engin sögn. Rassíður siggróinn fimmmenningur. Mér dettur í hug að í þessum sambandi að þegar Þórbergur sat yfir texta sínum flutningana í Bergshús og dáðist að hinu heillandi orði vatnteppi, hafi hann einmitt velt fyrir sér hvort hægt væri að mynda orð á íslensku sem hefði ekki bara 3 samhljóða hlið við hlið, heldur 4. Bara eins og ég er að velta fyrir mig núna. Ég þykist þó vita að Þórbergur hefði orðið fljótari en ég að svara þeirri spurningu neitandi. 4 sömu samhljóðarnir í röð eru ekki aðeins sjaldgæfari í íslensku en 4 blaða smárar í náttúrunni, þeir finnast hreinlega ekki. Sennilega ekki heldur í finnsku, þótt ekki sé óhugsandi að 4 sérhljóðar halli sér hver upp að öðrum í því tungumáli. Nú rifjast upp fyrir mér annað þessu skylt en í þetta sinn sérhljóða. Í bók Magnúsar Sigurðssonar Húslestri sem kom út fyrir 2 árum og samanstendur af mislöngum ritgerðum, flestum eigindi og rangala tungumálsins, er í einum textanum fjallað óvenjulega mikinn fjölda sérhljóða í íslenska orðinu eyðieyja. Textinn kallast einfaldlega eyðieyja og svona. Bókstafir 8, sérhljóðar 6, hálf sérhljóðar 1, samhljóðar 1. Ég vissi reyndar ekki að bókstafurinn jóð væri hálf sérhljóði ekki fyrir en ég las þetta. Hafði ekki einu sinni hugmyndum að eitthvað væri til sem kallaðist hálf sérhljóði. Og þaðan að síður að hann væri framgómmælt nálgunarhljóð. En þetta er eitt af því sem ritgerðir höfunda á borði Magnús Sigurðsson gera fyrir mann, það ljúka upp fyrir manni framandlegri fegurð og hugtökum og leiða mann áfram í forvitninu málið og annað tengt því, með öðrum orðum allt, meðal annars til þeirra vitnesku að til væri eitthvað sem kallaðist framgómmælt nálgunarhljóð. Til að koma mér aftur yfir á Skólavörðustíg heyri ég fyrir mér samtöl nokkurra menntamanna á Mokka, til dæmis íslenskufræðinga og rithöfunda, þar sem stök orð þeirra síðarnefndu eru gripin á lofti af þeim fyrrnefndu og flokkuð og skoðuð samkvæmt fræðunum, að þar inni á reykfylltum staðnum, eins og hann var áður en öskubakkarnir voru fjarlægðir á ofanverði síðustu öld, hafi átt sér stað heitar umræður yfir svörtu kaffi og einhverju glæru sem var laumað ofan í kaffið, framgómmælt nálgunarhljóð, nú þálega sagnir og Tannbergs-mælgi. Hvað er, 5 mínútur eftir kannski, eða ég kannski bara, ég kannski bara svona fyrir aðeins inn í síðasta kaflan þar sem þetta bara til að rifja upp sem sagt Alexíus sem er framan á kápunni. Lög og óregla. Ef eitthvað er að marka harmrænar endurminningar Jóhannesar Birkilands lítur út fyrir að hann hafi fremur kosið, afsakið, það er tilvitnun í Jóhannes Birkiland. Síðan ég var fulltíða maður, eins og það er kallað, hef ég aldrei óttast drauga, einungis lifandi menn. Jóhannes Birkiland. Ef eitthvað er að marka harmrænar endurminningar Jóhannesar Birkilands lítur út fyrir að hann hafi fremur kosið félagsskap drauga en lifandi manna, eins og hann segir í Heljarslóð sem er viðauki við harmsögu ævi minnar. Það gerði faðir minn hins vegar ekki, jafnvel þótt hann væri lögfræðingur og hafi eflaust haft ástæðu til að óttast lifandi fólk frekar en dáið. Ég man til dæmis eftir manni sem kom inn á skrifstofuna hans í Fiskveiðasjóði Íslands. Ég var þá staddur hjá pabba að segja honum frá því að ég hefði selt ljóð í lesbók Morgunblaðsins, að ég hefði farið til Gísla Sigurðssonar, ritstjóra bókarinnar, með nýútkomna bók mín af Dragsúg og að Gísli hefði flett mjög hratt í gegnum hana, bent síðan á fyrsta ljóðið og sagt, þetta er skást. En þá þurfti ég skyndilega að yfirgefa kontorinn út af þessum manni sem ruddist inn á þess svo mikið sem að banka og leit ekki út fyrir að ætla að auðvelda pabba lífið eða létta honum lund. Það á einhverja eftir að refsaði fyrir þetta man ég að maðurinn hálfpartinn hreytti út úr sér áður en ég, sonur föður míns, hrökklaðist út inn í haustkaldan taugarhollin á Lækjartorgi með þá spurningu í höfðinu hvort mér hefði sjálfum refsað fyrir að láta lesbókina birta eitthvað ljóð sem væri skást í bókinni minni. Nú kemur hérna smá brot úr, texta,
Hann ráfar milli herbergja í vonlausri leit að móður minni og föður. Hann hafði alltaf í hyggju að sekta þau og þrátt fyrir að hann gerir sig grein fyrir að það sé of seint, þau séu farin, neitar hann að horfast í augu við það. Hann heldur áfram að birtast í svefnherbergisdyragættinni í dimmrauðum búningi sínum og með hattinn aftarlega á höfðunum. En svo líka hugsanlegt að hann hafi fyrir löngu sætt sig við eigendaskiptin að þessa dagana haldi hann til í eldhúsinu á nóttinni og bíði þess rólegur að nýji eigandinn geri eitthvað af sér. Þetta brot úr söguminni Hávaxinn lögreglumaður fjallar títtnefnda næturgest, þennan einhvern í dyrunum og heimili foreldra minna við Skólavörðustíginn. En hvert var erindi mannsins, ógreidd sekt eins og sagan gantast með eða eitthvað annað? Fólk dúkkar ekki upp miðanætur ef ekkert erindið. Ástæða þess að ég nefndi lög og óreglu í kaflaheitinu enda sú að ég vil ekki útiloka að lögreglumaðurinn hafi verið að gegna starfi sínu þegar hann birtist í dyragættinni, þótt vissulega hafi það ekki verið mjög einbeitt vinnubrögð. Þetta með óregluna skýrir sig síðan sjálft, þó það eigi ekki við föður minn að minnstakosti ekki í þessum kafla. En að pabbi hafi framið eitthvað glæp sem þurfti að rannsaka eða refsa fyrir, fannst mér þó afar ólíklegt og það hana síður líklegt að hann hafi gert eitthvað á hlut þessa gests persónulega eða talað illa hann, hvorki lifandi né látinn. Því í fyrsta lagi var maðurinn í dyragættinni ekki samtíðarmaður föður míns, reyndar mjög langt frá því, og í öðru lagi hafði pabbi ekki hugmynd hver maðurinn var þegar þeir horfðust í augu í myrkrinu. Hann hafði aldrei heyrt neitt hann og væntanlega gleymt því sem skrifað var hann í obita Þórbergs. En hver var þessi lögreglumaður? Hann var maðurinn sem reisti Bergshús við Skólavörðustíg 10 og Þórbergur lýsti svo í obitanum. Já, þetta sem sagt maðurinn sem ræðir. Sjálfur Alexíus Árnason Politi, merkasti höfðingi sem nokkur tíma hafði gengið götur höfuðstaðarins í þjónustu góðs skikks og sæmilegra siða. Í þessu húsi hafði sá nafnkunni snillingur átt heima á efri árum ævi sinnar. Innan þessara bókfellslegu veggja hafði hann gengið gólf, langur og grannur í svarta diplómatinum með baðmullarhattinn hangandi aftan í hnakkanum, niður sokkin í lævísleg heilabrótum skæðaþjófa og ríklingshnuplara bæjarlífsins. Ekki 2 eftir? Já. Ég hef ekki minnstu glóru hvernig berið að túlka hið margnefnda innlit mannsins á myndinni. Hingað til hef ég staðið í þeirri trú að svipir látinna einstaklinga birtist fólki ekki nema að sá sem verði fyrir sýninni hafi þekkt hinn látna og kalli svip hans fram í undir meðvitundinni, en þetta var eitthvað annað. Ég geri ráð fyrir því að svefnherbergisdyr foreldra minna hafi verið opnar þegar þau fóru að sofa og man ekki eftir að pabbi hafi sagt mér hvort eitthvað hljóð hafi truflað svefn hans. Kannski var það bara þögul nærvera næturgestsins, maður vaknar auðvitað að minna tilefni en því að lögreglumaður mæti á svæðið, hvort sem heyrist í honum eða ekki. Hversu lengi maðurinn stóð í gættinni veit ég heldur ekki. Mig grunar þó að það hafi tekið pabba svolítinn tíma að sofna aftur ef hann á annað borð sofnaði, því þetta voru honum óþægileg reynsla að minnstakosti meðan á henni stóð. En eftir áhugaverð, því með sérkennilegt útlit mannsins að leiðarljósi lagðist pabbi í svolitla rannsókn og honum leið eins og þetta hefði verið einhver tiltekin manneskja, ekki bara einhver út í bláin. Með því að grafast fyrir sögu þessa hús sem áður stóð við Skólavörðustíg 10 komst pabbi fljótlega á rétta slóð og fann í heimildum mannlýsingu sem stemdi við þann sem hafði birst honum. Kannski vissi hann það sem ég vissi það ekki sjálfur þá, að á meðan lifandi fólk alltaf að skipta föt frá degi til dags, þá eru hinir látnu alltaf eins klæddir. Ég vildi annars geta rekið þau skref sem leiddu pabba að niðurstöðunni, gæti jafnvel búið til ykkur að sögu það sjálfur sem ég ætla ekki að gera, en grúskið leiddi hann að lokum á safnið til að ná í þá bók sem ég hef fyrir framan mig í augnablikinu, Minningarmörk í Hólavallagarði eftir Björn T.H. Björnsson. Þar vitnar Björn í Reykjavíkur sögu Klemensar Jónssonar og ég ætla bara að ljúka þessu á tilvitninu. Einn var sá maður sem fór ekki fram hjá neinum leið átti götur Reykjavíkur á 7., 7. og 8. áratug 19. aldar. Aðkomumenn störðu á hann sem eitt af undrum borgarlífsins og barnahópar voru aldrei fjarri á bak við næsta horn, því í nálægð hans var helst að vænta æsilegra tíðinda. Þetta var hár, rengluvaksin maður, svipmikill undir framstæðum augnabrúnum,
og átti til undarlegar kenjar í göngulagi. Hann gekk ekki eins og aðrir menn, erinda beint af augum, heldur í víxlsporaði með snöggum rykkjum og stundum aftur á bak jafnt sem áfram. Samt var það ekki þetta sem skar hann úr, heldur stétt hans og búnaður. Hann var í gullhnepptri stuttreyju en þó með löngum stélum eins og á sjakketti, með háum rauðum kraga og með svörtum kraga og bar langan staf nær 2 álna, blank póleraðan og með svörtum húni á enda. Tilkomumestur var þó hatturinn, mjög kollhár bómullarhattur sem hann bar aftur á hnakkanum og eilíft undur að hann skyldi sitja þar kyrr. Ég ætla bara takk kærlega fyrir þetta og Endilega koma og segjast og verður bara kaffiveisla hér á eftir. En það Þorvarður Árnason sem ætlar að flytja okkur erindi sem hann kallar það sem víðernin vaka í þögn ljóðrænu villtrar náttúru. En Þorri var að gefa út bók sem heitir Víðerni, verndun hins villta í náttúru Íslands. Og þetta kannski aðalega fræðirit, en hann fjallar líka eitthvað menningu og jafnvel bókmenntir í tengslu við víðerni. Og ég held að það sé það sem hann ætla að vera með áherslu á núna. Já, takk Sofía. Að láta hana ganga sýningu. Og þessi bók hefur nú ekki verið 30 ári í smíðum, en ég held að sé samt óhætt að segja að hún eigi sér rætur einhver 4 áratugi aftur í tíman, eiginlega til þess tíma þegar ég kynntist fyrst hálendi Íslands. Þá var ég aðstoðarmaður við plöntuvistfræði rannsóknir í Þjórsárverum með Þóru Elenu Þórólfsdóttur og þá var ég sirka 23 ára, eitthvað svoleiðis og ég átti eftir að kynnast hálendinu betur næstu sumar þar á eftir og eiginlega í 10 ár þá var ég með svona annan fótinn upp á hálendinu í landvörslu og fleiru. Og það er engin spurning í mínum huga að þetta voru mjög markandi ár fyrir mig persónulega. En já, ég ætlaði að fara svolítið dýpra í þessar pælingar með ljóðrænuna en ég búinn að vera lasinn þannig ég hef ekki alveg komist jafn langt og ég ætlaði mér en ég vona að ég taki viljan fyrir verkið. En ef ég byrja aðeins að segja ykkur frá bókinni þá er ég búinn að vera að vinna í henni í svona 4 til 5 ár svona fyrir alvöru og hef notið þess að geta haft hér aðdrepp reiðskjól bæði í Sléttaleið margoft og í Gulahúsinu hjá Þorbjörgufjölni sem er alveg stórkostlegt, hvort tveggja stórkostlegir staðir. En ástæðan fyrir þessum bókaskrifum er svo að mér hefur lengi fundist og eiginlega sífellt meir og meir að við séum á Íslandi á svolítið alvarlegum villigötum með það hvernig við tölum víðerni og eða eins og ég vil þá kalla hana villta náttúru. Og þetta var svona hvatinn að því að ég skrifaði þessa bók og í kynningunni á flipanum stendur þarna að víðerni marki náttúru Íslands mikla sérstöðu á heimsvísu. Og þetta stend ég alveg gallharður við. Af því að Ísland er eitt örfárra landa allavega í hinum vestræna siðmenntaða innvæta heimi þar sem að víðerni fyrirfinnast. En í öðrum löndum í kringum okkur þá er búið að malbika þau eða setja þau undir plantegru skóga eða orkuver eða guð má vita hvað, borgir, bæi og svoleiðis. Og þarna er svona lykilsetning, víðerni eru heimkynni og griðastaður hins villta í náttúrunni.
Svæði þar sem náttúrulegir ferlar, sjálfsprottnir og sískapandi, ráða ríkjum óhamdir af mannlegum inngripum. Þannig að það sem ég tala mjög mikið hjá Erlu Huldu, sko, það er þetta með ferlana, sem sagt svona prósessa, að ferlarnir hið villta, ef ég bara segja ykkur svona spoiler, hið villta í íslenskri náttúru, það er í rauninni, liggur í ferlunum, bæði lífrænum og ólífrænum. Það eru þeir sem eru stöðugt að vinna, þeir eru stöðugt að skapa eitthvað nýtt, breyta öllu, þeir eru svolítið þeir eru óhamdir, allavega víðast hvar, og þeir eru mjög fara bara eftir sínu eigin höfði. Annað sem er lykilatriði í minni nálgun er fegurð, hvernig við sem mannverur getum upplifað fegurð í náttúrunni, fegurð sem er ekki að mannlegum uppruna, og ég kem nú kannski aðeins að því seinna. En hvernig skrifar maður bók? Og í þessu tilfelli þá sá ég fljótlega fyrir mér að ég myndi hafa 5 meginkafla sem að myndu fjalla hvað víðerni eru, hvar þau fyrirfinnist á Íslandi, hvaða eða hvers konar gildum þau búi yfir, síðan hvernig hafi verið staðið að verndun þeirra hérlendis og svo síðast en ekki síst hvers vegna okkur beri að vernda víðerni ef að okkur ber það yfir höfuð. Þannig að þetta efni þessara kafla, þau snúast þá fyrsta lagi hugtaki víðerni og skyld hugtök, kortagerð sem að hérlendis á sér það bil 25 ára sögu. Og núna eru 4 kort af víðernum í gangi sem eru svona aðeins að takast á, allavega í samfélagsumræðinni. Og svo það auðvitað gildin og það mjög fjölbreytt svið og hér ætla ég að tala ákveði gildi sem er svona menningarleg gildi en þau eru líka náttúrulega og það eru samfélagsleg gildi, það eru hagræn gildi og þannig mætti lengi telja vísindaleg gildi. Fjórða kaflanum þar tala ég stjórnsýsluna af því að Ísland er eina landi í Evrópu þar sem að verndun víðerna hefur verið sett í náttúruverndarlög. Þetta er svolítið merkilegt en þetta helgast auðvitað því að við erum eina landi í Evrópu sem á eitthvað af víðernum eftir. Og síðast en ekki síst, og þá ræði ég í lokakaflanum, þar eiginlega birti ég svolítið mína persónulegu sýn á það hvernig þetta meiki allt saman sens, svo í sléttuna örlítið, í mínum huga, hvernig þetta hangi saman. Og það er fínt að setja upp svona ramma og allt það sko. Þetta gæti litið einhvern veginn svona út, þetta er svona allt, þetta tengi svona, en í raun og veru þá er þetta náttúrulega algjör kaos. Því þetta býtur allt í skotti hvert á öðru og kannski mestu áhrifin eru gildin sem er sýnt þarna með gulum lit. Þau koma mjög við ef við sögu. En í þessu erindi að þá ætla ég aðalega að vera að fást við hugtakaspurningarnar. Þannig að þarna er hvað eru víðerni, það er svolítið grunnurinn í þessu. Nú, til að byrja með þá skulum við aðeins huga því hvað önnur hugtök við eigum á íslensku það sem að ég nota víðerni Og þar náttúrulega koma öræfin fyrst upp. Það er svolítið skemmtilegt með orðið öræfi sem að, eins og þið vitum öll, við þekkjum það hér af öræfunum og fengum kór þaðan áðan og fáum að eftir. Það virðist vera ljóst að upphaflega merking orðsins öræfi var hafnleysa. En síðan var ég að lesa, ég er bara nýlega búinn að finna ritgerð á ensku eftir Sigurð Þórarinsson
sem að fjalla Öræfajökulsgosið 1362 og hann að þar að reyna að rökstyðja það að notkun orðsins öræfi eyðibyggð hafi verið þegar á 13. og 14. öld komið inn í íslenskt mál. Og það eru þarna þýðingar sem eru birtar í heilagra manna sögum sem ég ætla ekki fara neitt djúpt í sem að styðja það. En hérna litla hérað breytist sem sagt í öræfi eftir þetta svakalega gos og síðan fara að nota þetta hugtak hálendið, aðrar eyðibyggðir. Nú annað gamalgróið orð sem segir bara það sem eins og stendur, eru óbyggðir og síðan aftur eru við þarna með þá orð eins og eyðimörk og auðn. Og það sem þessum orðum öllum þessum orðum sameiginlegt það að þarna einhver neikvæður tónn, ekki sagt. Þó svo að öræfin kannski nútildags þegar mann hugsa öræfi hálendisins að þá yfir því einhver svona jákvæður, svona rómantískur blær að þá náttúrulega þetta verið að lýsa einhverju náttúru sem annarkvort verðlaus eða jafnvel fjandsamleg og ljót. Og af hverju í andskotanum ættum við vera að vernda svoleiðis náttúru? Nú, ef við skoðum síðan orðið víðerni, sem sagt víðerni í upphaflegri merkingu, orðsifjafræðin eða uppruni þess í hugtakinu víður og það situr ennþá eftir. En víðerni, þetta sem sagt flétta frá orðanetinu, að þið sjáið að það hefur tengingar við alls konar orð, þarna sjáum við öræfin koma og óbyggðirnar, en líka víðáttu, víðlendu, strjálbýli og fleira. En ef við hugsum orðið víðerni eins og við notum allavega öðrum þræði í nútíma íslensku, þegar við erum að tala víðerni í náttúruverndarsamhengi, þá erum við að tala hugtak, lagalegt hugtak, sem fer inn í íslensk lög árið 1999 eftir það bil 12 mánaða undirbúning. Og þetta orð þetta lagahugtak var upphaflega ósnortið víðerni. Og hvað var það? Það var þýðing á enska orðinu wilderness. Það það sem verið að reyna að hugtaka með þessu laga hugtaki. Og wilderness, rótin í því ekki víður, rótin í wilderness wild eða hið villta. Og þarna þetta óumdeilt að þetta sem sagt, þannig að með öðrum orðum þetta lagahugtak sem kemur fram 1999 það átti að fjalla verndun hins villta, ekki hins víða, hins víðáttumikla eða víðsýna. En lögin hins vegar, þetta síðan var lögunum breytt núna fyrir rúmum áratug og svona eru víðerni eða óbyggt víðerni, eins og heitir í lagatextanum, skilgreint í dag. Og við getum rýnt lengi í þetta en það augljóst að það hvergi minnst á náttúru, hvorki villta né öðruvísi í þessu. Og ég ætla ekki að fara neitt djúpt í þetta, ég verður bara að lesa bókina. En út frá þessu hef ég ásamt samstarfsmönnum mínum gert tilraun til að kortleggja hvar óbyggt víðerni fyrirfinnist á Íslandi með ljósi þessara skilgreiningar og þið sjáið það að þetta sem hérna með svona náttúrulegum litum, þetta það sem að ég tel að hægt sé að telja óbyggt víðerni eða víðerni samkvæmt íslenskum lögum. Og þetta svona það bil 55% af landinu. Þannig að við eigum
gríðarlega mikið ennþá eftir af þessum víðernum. Nú, hluti af þessu eru auðvitað manngerðar auðnir. Þetta eru svæði sem hafa blásið upp af völdum búsetu manna. Þetta er svona bein og óbein áhrif. Mikið af þessu eru óbein áhrif. Það er líka litla ísöldin, það eru eldgos, gríðarlega eldgos, ýmislegt fleira sem að grefur undan gróðursaldinni. En allavega, við eigum mjög mikil víðerni eftir á Íslandi, þannig að það er full ástæða til að huga að verndun þeirra, en þá er bara spurningin hvað er það sem við ætlum að vernda? Erum við að fara að vernda hér víða, erum við að fara að vernda víðsýni, eða erum við að fara að vernda eitthvað annað? Og ef við förum svo aftur í víðernin, þá er ljóst að þetta er mjög gamalt orð í íslensku og elstu handrit sem að orðið kemur fyrir, þau eru frá 13. Svona miðja 14. öld. Þetta eru væntanlega þýðingar úr trúarlegum textum. Og ég hef svona feitletrað svona þessa staði, en hérna eru 2 dæmi úr fornritum. Þannig sjáum við að annað vísa til þess að víðerni séu víð, það þarf ekki að koma á óvart, en hitt þetta neðra að vísa til þess að víðerni séu löng og breið, eða víðáttu mikil. Og þetta er þessi grunnmerking orðsins, og hún sem er alltaf svolítið vegast fyrir okkur. En víðerni, og ég hef ekki náð að komast alveg til botns í þessu, en þau eiga sér ákveðna hliðstæðu á Norðurlandamálunum í orðinu vídde, sem þið kannski sum kannist við. Og þetta orð vídde eða vídda er til í öllum í dönsku, sænsku og norsku, svona svolítið blæbrigðamunur á þessum þar. Í Noregi þar er líka orðið notað sem hluta af staðarheiti eða örnefni, eins og Hardangervidda og Finnmarksvidda. Og ef við kíkjum svo núna á tilvitnun sem að ég fann, og ég taka fram að ég nota mjög mikið tímarit.is, þetta er algjör gullkista að eiga þannig möguleika að fara 150 ára aftur í tíman og finna þessa texta og lesa það bara eins og maður var að lesa Moggann eða Heimildin. Ótrúlegt. En þessi texti sem var lítið frétt sem birtist í Degi árið 1959, það gefur okkur held ég mjög skýra mynd af því hvernig menn Íslendingar skildu hugtakið víðerni. Nú er í ráði í Noregi að flytja sauðnaut á Harðangur víðátturna miklu, en þær eru því geysi mikla háfjallaflæmi milli Harðangursfjarða að vestan og Þelamerkur austan. Eru víðáttur þessar oft nefndar aðeins vídda, talda 10 til 12.000 ferkilometrar og að meðaltali 1200 metra háar. Er fjöldi villihreina á víðáttum þessum og búfjárhagar í útjöðum þeirra upp frá byggðum. Og þannig að þarna er nú greinilegt að þarna er þessi gamli skilningur í gangi. En það var samt ekki mjög langt að bíða að það kæmi fram annars konar skilningur, og aftur er ég ekki búinn að rekja alla þræði í þessu, en það er alveg ljóst að Hjörleifur Guttormsson í bók sinni sem kom út 1974, Vistkreppa eða náttúruvernd, og þar er hann að segja frá, í einum kaflanum að segja frá ferð sem hann fór til Bandaríkjanna, og hér þarf að skjóta því inn að árið 1964, 10 árum áður en Hjörleifur gefur út þessa bók, og þá eru sett lög í Bandaríkjanum verndun víðerna þar í landi. Og þessi lög urðu gríðarlega áhrifamikil. Og íslensku lögin og þessi hugsun verndun víðerna á Íslandi tekur svolítið útgangspunkt í bandarísku lögunum.
Og þarna segir þá Hjörleifur, ósnortin víðerni eru villt og ósnortin svæði með enga akvegi eða önnur teljandi þægindi fyrir ferðamenn. Stjórnun þeirra á fyrst og fremst að beinast að verndun náttúrunnar í sem eðlilegastri og upprunalegastri mynd. Þarna erum við farin að tala eitthvað annað heldur en því víðáttumikla eða víðsýna. Þarna erum við farin að tala upprunalega villta náttúru. Nú, aðeins seinna þá heldur Þóra Elín Þórhallsdóttir erindi og það sem að hún notar mjög skýlt hugtak, sem sagt, í staðinn fyrir að segja ósnortið eða ósnortin víðerni, þá talar hún óbyggð víðerni. Og þarna bara bendur hún á það, og reyndar að nota líka hugtakið öræfi, svo þið sjáið. Þarna bendur hún á það hvað náttúra Íslands sérstök að þessu leyti. Að við erum ekki búin að gera allt manngert í kringum okkur. Og nefni þarna að öllum löndum Evrópu eru aðeins 4 talin eiga óbyggð víðerni eða wilderness, sem sagt Norðurlöndin og Ísland. Ég var nýlega að sjá grein víðerni í Þýskalandi og þau eru innan við 1% af landinu. Þannig bara svona að gefa okkur dæmi. En nú förum við aftur tilbaka í rússíbanan, aftur í tíman. Og fyrsta dæmið staðan sem ég hef fundið hingað til á prenti þetta samsetta orð, ósnortið víðerni, frá engum öðrum heldur en Halldóri Laxness, sem skrifar í blaðagrein 1928. Hann hafði þó verið í Vesturheimi og svona frekar umdeild heimsókn með ýmsum ástæðum. En skrifa sem sagt Ameríkubréf í Morgunblaðið 16. desember 1928 og það stendur: Ég reikaði mýrlendi nýja Íslands og kjarrskóga eins og heilaga jörð. Því þessi mállausu indjána héruð hafa nú einu sinni orðið hinn hinsta Jerúsalem svo margra íslenskra hamingjupílagríma. Og þessi blái himinn sem hvelfist yfir hinn ósnortnu víðerni nýja Íslands geymir sjálfsagt einhvern líksaman Guð eins og aðrir himnar. Og þau ykkar sem hafa komið til nýja Íslands, til Manitoba, veitir það að þetta bara flatt. Þannig að kannski Laxness þarna að tala víðáttu frekar heldur en hið villta. Það erfitt að segja. En 3 árum áður þá skrifar hann blaðagrein þar sem hann að svara konu, frú Guðrúnu Lárusdóttur, sem hafði eitthvað að vera að setja út á hann. Og það skrifar hann: Íslenskt nútíðamál leikur á breiðum tónstiga allt milli hrópandi ruddaskapar og ljóðrænnar fegurðar og auðugra af gný ósnortinna náttúru, jötun ættaðri kingi, töfrandi litbrigðum og eggfössum biturleika en nokkurt annað mál í víðri veröld í ann hinum dælska og ámáttuga krafti íslensks nútíðamáls. Þannig að það ekki spurning það að ósnortin náttúra og villt náttúra Halldóri meðveitur þetta. Og fyrir ekki þetta án að vera standa hann Hannes Hafstein. Fyrir ekki, þetta var aðeins svo fljótur. En Hannes Hafstein skrifar þarna 1907: Íslensk ættjarðarást eigi aðeins róleg ást, eins og til dæmis sonarástu góða móður. Það auk þess oft í henni töluvert af ástarblossa elskugans með sömu viðkvæmni, einþykni og afbrýðisemi, enda hefur sjálft landslagið, ósnortin mikillátleg fegurð þess, átt sinn þátt í að ala þá tilfinningu og á það enn í dag. Þá loksins erum við komin að aðal efni þessi fyrirlestrar, sem ljóðabók Jónasar Guðlaugssonar. Og
Jónas, hann eins og nafni hans, sem hann dáði mjög, skrifaði hérna kvæði nafna sinn Hallgrímsson, að hann fæddist þarna 1887, er mjög bráðþroska, fyrir að blanda sér snemma í pólitík, en er líka yrkja og gefur út sem sagt fyrstu ljóðabók sína, Vorblóm, aðeins 18 ára gamall. Og þótti nú svolítið svona mikið æskuverk. Síðan gefur hann út ljóðabók með Sigurði Sigurðssyni sem heitir Tvístirnið, en svo er það kannski þessi þriðja ljóðabók hans Dagsbrún sem að kemur út 1909 sem að svona innsiglar svona frægðans allavega hér innanlands. En svo flyst hann frá Íslandi, fyrir fyrst til Noregs og síðan til Danmerkur, og þar gefur hann út 3 ljóðabækur til viðbótar. Svo fyrsta, Sangen frá Nordhavet, er á norsku, en síðan hina 2 á dönsku. Og hér ætla ég aðeins að tala sem sagt Vídnes poesi sem kemur út 1912. Og eins og þið eru búin að heyra að þetta mætti þá snara sem sagt ljóðlist eða ljóðræna poesi víðernanna. Ef við gefum okkur að víti og víðerni sé sama orð. Nú, Soffía mín, hún benti mér á þetta að hún í bókinni hennar, Ég skapa þess vegna ég, vísað til þess að Þórbergur hafi hrifist meira af ljóðum Jónasar Guðlaugssonar en annara samtíma skálda og segir Þórbergur að Jónas hafi verið gerðan útlægan úr landinu fyrir það að hann var sennilega lýriskasti skáldandinn sem borinn hefur verið í íslenskri mold. Þetta nú svolítið stór orð. Og nákvæmlega þetta er úr dagbók sem Þórbergur hélt þarna 1917, en hvað á hann við með þessi orði lýriskur? Einn skilningur á orðinu er það að lýrisk ljóð eða lýrisku texti sé sönghæfur. Og það á nú svolítið vel við í dag að þið fengu nú Öræfakórinn hérna áðan og kemur hérna eftir. Og ef við skoðum líka sem sagt hvernig hann talar heitin sem að velur ljóðabókunum sínum, þá er Dagsbrún, undirtitillinn eru Söngvar og kvæði, og svo eru með Sangen frá Nordhavet og Sangen frá det blå bjerge. Svo heyrið þá ekki alveg nógu sleipur í dönskunni, þess að ég biðja ástkæra eiginkonu mína að lesa fyrir ykkur eitt ljóðana. Í Vídnes poesi er einn kafli með 10 ljóðum þar sem að víðerni koma meira og menni við sögu, og ég við ætlum aðeins að fjalla Vídnes harpu eða hörpu víðernana. Þú ert búinn með meira en helminginn af tímanum, þá ætla ég bara að lesa eitt erindi. Nú, ok. Svo bara sjáðu þetta lesi. Alltaf svo hörðið mig sem konar. Fra døgnlivets trampen og trængsel, jeg længes mod viddernes ensomhed, mod tavse blånende bjerg og dalens dybe fred. Takk. Nú í bókinni, ég sem sagt datt niður á þetta eins og svo margt annað á tímarit.is upphaflega, eða tilvísuna, og ég sem sagt óskaði eftir því við vin minn Kristján Jóhann Jónsson að hann myndi þýða þetta ljóð. Af því að ekkert af þessum dönsku ljóðum Jónasar hafa verið þýdd mér vitanlega á íslensku, sem held ég mikið synd. En Kristján þýði ljóðið sem sagt svona: Í hversdagsharki og þröng þrái ég einvöru víðernana, fjöllin fjarlægðar bláu og friðsæld djúpra dala. Þrái svananna söng, faðmlög sólar og sjávar, feimna fjallsbrún og öldu, fagra í draumkenndum roða. Veröld,
Þar vaggar í draumi, víkur þögn fyrir söngum, náttúruhörpurnar hljóma, ein heyrist í brjósti mér. Hún syngur sól og myrkur í einveru allra fegurst, með fegurð og frið í anda, þar sem víðernin vaka í þögn. Og það var mjög gaman að geta sett þetta í bókmenntafræðilegt samhengi, sko, en hérna, ég ekki maður til þess, en ég held samt að þetta sé, þessi ljóð í Bídenes poesí sé svolítið sér að báti á þessum tíma allavega á Íslandi. Nú, Jónas yrkir þetta í Danmörku, það búin að vera þar í nokkur ár, eða með annan fótinn allavega. Hann þarna í slagtogi með Jóhanni Sigurjónsinni og þessum 10-12 íslensku listamönnum sem að gerðist landflótta eða fluttu til Danmörkur og voru þar. Gunnar Gunnarsson og fleiri, Guðmundur Kamban og skrif þessara manna á dönsku hefur kannski ekki verið nógu vel fjallað á Íslandi af því að þeir voru ekki að skrifa á íslensku. Ég ætla allir að fara mjög hratt en einn þráður í þessu sem er svolítið skemmtilegur eru tengslin við útlaga Einars Jónssonar sem hann sýnir fyrst 1905. Þessi skúlptúr, hann talinn hafa verið kveikjan að, eða einkveikjan að leikriti Jóhanns Sigurjónssonar Fjalla Eyvind, og það sem að ég fjallaði þetta á hugvísaþingi en það sem eitt sem svona áhugavert við Fjalla Eyvind það að Jóhann Sigurjónsson hann fór í könnunarleiðangur. Hann lappar 1908, 3 árum áður en að leikritið fyrst sett á svið. Þá lappar hann yfir svokallaðan Vatnahjallaveg eða Norrlendingaveg sem yfir hálendið vestanvert. Svona liggur niður á milli Langjökuls og Hofsjökuls, kemur niður að Hveravöllum og síðan endar í Haukadal. Og í ævisögu hans það þessi mynd af Jóhanni með ferðafélögum hans. Það er algjörlega glórulaust að lappa yfir þetta hábjargræðistíman 1908. En þetta gera þeir. Og hvað voru allir þessi rithöfundar að gera í Danmörku og hvernig þeir náðu nú fengu flestir góða viðtökur og það eitt af einkennum hjá þeim flestum mikið fjallað náttúruna og íslenska hesta og veit ekki hvað. Og Helga Kress skrifar í grein Guðmund Kamban að þegar þessir Íslendingar að koma að hasla sér völl í hjá herraþjóðinni, að þá sem sagt auðvitað þeir að reyna að koma sér á framfæri og Helga lýsir þessu svona. Í Danmörku virðist verkum þessara rithöfunda fyrst og fremst hafa verið tekið sem átthagsskáldskap og mjög sennilegt að einmitt það hafi átt drjúgan þátt í vinsandu þeirra. Í dönskum ritdómum þessi verk einatt lagt mestu upp úr hinu frumstæða í þeim, frumstæðir menn í fjarlægu landi sögueyjunnar, frumstætt líf, frumstæðar tilfinningar í umhverfi gjósandi eldfjalla, glóandi hrauna og ískaldra jökla. Og allt skildi þetta vera eins og í fornsögunum. Þannig að það svona verið í að því að þetta hafi nú bara verið sölumennska. En reyndar tekur Helga fram seinna að þetta var ekki alveg svona einfalt. Nú, bara reyna að klára þetta, reyna að koma mér aðeins að segja frá því hvernig ég hugsa ljóðrænina.
Eins og þið tóku eftir að þá talar sem sagt Jónas Guðlaugsson í ljóðinu sínu mjög mikið um einveru. Og einvera, það má skilja það orð á ýmsan hátt, sko, þetta er náskylt einsemd, en sá sem að líður af einsemd er einhver sem saknar einhvers. Hann líður ekki vel að vera einn. En hins vegar sá sem að sækir í einveru eða solitude á ensku gerir það yfirleitt vegna þess að það er eitthvað í einverunni sem að lætur hann eða hana líða vel. Og andstæða einverunar er það þegar að menn eru settir í einangrunarvist í fangelsum. Það er einhver skelfilegasta refsing sem að menn geta lent í. Svona fyrir utan náttúrulega pyntingar og svoleiðis. Af því að akkurat þegar þú ert settur í einangrunarvist þá er tilgangurinn að ræna þig öllum skynhrifum. Bara einhverjum litlum köldum klefa og búið. Og annað sem er svolítið, já, svo náttúrulega er þetta með víðernin eða hið villta, að þetta oft þykir vera sá hluti náttúrunnar sem að liggur fjærst okkur sem manneskjum. Og ég hef sagt að við höfum verið að eyða hérna einhverjum árþúsundum í það að komast burt frá hinu villta með því að skapa okkur menningu, nútíma samfélögu með tækni og allt þetta. Þetta sé bara leið okkar til þess að komast frá þessu villta dýrslega ástandi sem að mannkynið náttúrulega sprottu upp úr fyrir einhverjum örfáum milljónum ára, til hvað viljum fara langt tilbaka. Þannig að það er náttúrulega mjög lífsegt að í hugmyndum manna að gera sterkan greinamun á menningu og náttúru, eða kannski öllu heldur siðmenningu og villtri náttúru eða víðernum. En það sem að gleymist í þessu er manneskjan, við sjálf. Við erum bæði menningarverur og náttúruverur, en við erum líka frjálsir einstaklingar, frjálsir andar. Og við verðum auðvitað fyrir áhrifum af þeirri menningu sem við hrærumst í og þeirri náttúru sem við umgöngumst og einhver leyti náttúrun í okkur sjálfum. En við erum ekki einberir leiksoppar, við getum líka verið gerendur í þessu. Og það sem að skiptir máli hér eru tveir innbyggðir hæfileikar inn í okkur. Annað er þetta fyrirbæri sem við köllum siðferði eða siðferðisvitund, og það er þessi bara einfaldi hæfileiki að geta gert greinamun á góðu og illu. En hitt er ekki síður mikilvægt, og það er hæfileiki sem ég kalla fagurferði. Þetta er orð sem ég fæ frá fyrrum doktorsnema mínum, Guðbjörgu Jónsdóttur, sem hún hefur unnið talsvert með. Og sem sagt, tölustundum fegurðarskyn, svona látið veðri vaka eins og fegurðarskynið sé bara eitthvað eins og sjónskyn eða bragðskyn eða lyktaskyn eða eitthvað svoleiðis. En ef við hugsum þetta út frá því að fagurferði sé einhvern veginn hliðstætt siðferðinu, þá er þetta miklu stærra og meira og dýpra sem er djúpt inn í okkur, sem við losum okkar aldrei við, þó að við getum reynt að loka á einhver skynhrif. Og svo þá að lokum, þau ykkar, við þykjum að vita að öll ykkar hafa einhverju tímapunkti orðið fyrir einhverju sterkri lifun eða upplifun í náttúrunni. Þá vil ég meina að það sem gerist þar sé að það verði tenging á milli hins villta í manneskjunni og hins villta í náttúrunni. Af því að það sem gerist hérna, það sem er að gerast hérna í villtu náttúrunni, þetta eru alls konar frjálsir ferlar
það sem að gerast í okkur eru líka ferlar, sem sagt við erum skapandi, hugsandi, merkingar, myndandi verur og síðan verður til þessi fagurferðilegi ferill á milli hins villta í náttúrunni og hins villta í okkur. Og þar skiptir ljóðræna máli vegna þess að ég held að við eigum auðveldara með að skynja og meðtaka merkingu hinnar villtu skapandi náttúru vegna þess að hún hefur eitthvað sem að líkist ljóðrænunni sem að í kannski sérstaklega í frjálsum kveðskap. Ég mun halda áfram með þetta seinna, en þakka ykkur fyrir. Takk fyrir Þorri. Þá það Öræfakórinn sem ætlar að ljúka samkommunni með... Það þetta hvað með þeirra að koma? Það byrna? Já, það Erindin voru aðeins flókin fyrir þau sem ekki tala íslensku, þannig að sumir fóru aðeins. Já, ég það. Og fyrra lagið pólskt þjóðlag. Hún Betti okkar, Beata, að hún frá Póllandi og kynnti okkur fyrir þessu lagi í fyrra. Og þetta svona, má segja sé bara svona lag sem að fólk fær með móðurmjólkinni. Það kunna allir þetta lag í Póllandi og þetta sungið í skólum og í sumarbúðum og í veislum og í brúðkaupum og þetta bara svona lag sem að höfðar til allra, til alls aldurshóps og það fjallar stelpu sem að kynnist skógarhauksmanni og þau taka tal saman og verða vinir og í rauninni bara svona lýsir þeirra samskiptum. En ég get ekki orðgreint hvert, ég get ekki farið með hvert orð hér og sagt ykkur hvað það þýðir. En það svolítið skemmtilegt frá því að segja að við höfum verið að hljóðskrifa þetta af því að við sem erum ekki pólskumælandi og þá svolítið gaman að bera saman hvernig við hljóðskrifum þetta á íslensku við einum kursins. En hún Juanita ætlar að gefa okkur tóninn og síðan ætlum við að flytja þetta pólska þjóðlag fyrir þér sem að heitir Svatsjewska. Svatsjewska Dolosek. Svatsjewska
Lína
slagferðistar. En ef ekki að segja að þú megi bara líka syngja Jú, þið megi endilega syngja með, bara alveg endilega. Í miður erindum þá syngjum við raðar, þið megi syngja hvað sem þið viljið. Má ég sjá? Og það eru bara 2 stöð við. Er þið tilbúinir? Já. og hún fá sér alltaf kaffi.